Þá segi ég bara velkomin, Flosi. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Gefa þér tíma í smá spjall. Já, mínu ánægum. Þetta eina sem ég kann, að tala í mikrofón. Já, þú ert góður í því. Já, takk fyrir. En hvað segirðu, hvað það gera þessu dagana? Ég svona rétt að tjastla mig saman aftur svona eftir rosalega skrítið ár, 2025. Já. Mikið að gera í músík, mikið að gera í hlaðvarpinu mínu. Við fórum í 2 túra landið og eftir seinni túrin svona í september þá krassaði ég bara gjörsamlega, fekk svona dæmigerða kulnun. Já. Og meira svo slæmt að ég bara labbaði inn á geðdeilda því að mér bara fannst ég vera hreinlega bara að missa tökin á hausnum á sjálfum mér. Já. Það var alveg mjög leiðileg heimsókn. Því að þar tók á móti mér erlendur læknir sem var mjög vinarlegur, sko. En hann talaði ekki íslensku og frekar svona takmarkaða ensku, sko. Já. Það finnst mér ekki alveg í lagi, sko. Ég hef ágætis bakgrunn og bakland núna, þannig ég var ekki til neinni hættu þannig sem. Mér langaði bara að tala við eitthvað fagaðila. Já. Og ég fekk það eiginlega upp úr húnum, já, þetta tráma, þá ættir að hvíla þig og svona, en svo náði ég seinna sambandið minn eigingeðarættir sem reyndar tók undir það og talaði að honum fannst í hljóma eins og ég þyrfti hreinlega nokkra mánuði, sko. Já, ok. Bara í hvíld þá. Já, bara einmitt. Gera ekki neitt. En hvernig fer það í þig, þú veist, ef að, sko, eins og með þunglindi og svona, að það minnst rosalega oft verið að taka fólk bara út og senda heim, þú veist, en mér finnst þegar að ég á erfiða daga, þá finnst mér ég verða að hitta fólk. Já, ég skil. Þú veist, ef ég bara heima þá myndi ég finnast það bara þunglindislegt. Hvernig finnst þér? Þetta var alltaf öðruvísi þunglindi en ég vanur að finna. Já. Þetta var svona algjört krass, þessi kulnun. Bara ég sættist við tölvuna, að ég alltaf böðlast aldrei í gegnum stundum þunglindi og svoleiði, sko. Líður ekki vel, ég vansvefta og svona, en samt ég þarf að gera eitthvað. En þarna gat ég það ekki. Nei. Það var bara búið. Bara lömun bara. Já, allt kerfið einhvern veginn, líkamlega kerfið bara, það var mitt andlega kerfið sem bara gaf sig. Mér finnst eins og við séum með 2 líkama, bara geðu líkaminn og svo líkaminn okkar, en þetta allt tengt. Já. Mér finnst alltaf rangt þegar verið að taka þetta í sundur Geðheilsa heilsa. Já. Þetta hangir allt saman. Ég minnst alltaf að finna það betur eftir sem aldurum færir niður. Aldurum færist yfir og ég alltaf að pæla svo mikið í svona hlutum. Sko. Já. Þetta ómikið, en síðasta ári fór ég hef í sálfræði meðferð. Já. Og einhvern veginn kom það bara upp úr kafinu, þunglindið ekkit aðalmálið. Það eru áföll í æsku. Já. Sem sálfræðingur minn hafði oft verið að tala en ég vissi ekki alveg tilgangin af hverju að vera að rifja þetta upp. Þetta búið og gert. Já. Og svo erfitt að átta sig á því, sko, menn ég alveg 60. Af hverju eitthvað sem kom fyrir mig því ég var 8 eða 13 en þá að það kynkir kollin sem veit hvað ég að tala um. Ég veit hvað þú ert að tala um. Það svo skrítið. Og maður bara eitthvað svona, ég fullorðin, af hverju get ég ekki bara komist yfir þetta? Á ég ekki vera bara, þú veist. En það einhvern veginn, maður dröslar alltaf þessum litlu mér með sér sem maður lendi í trámanu og það bara... Já, þú þekkir þetta. Ég þekki þetta, það mjög, já. Mér var gefið það verkefni að fara á minn gamla æskustað í Kópavoginum og ímynda mér ég var að ná í 8 ára gamla mig, sko. Já. Bara náttúrulega ég taka þig úr þessum aðstæðum og þú þarft ekki að vera hræddur framar. Já. Mér fannst þetta eitthvað, ég veit ekki, mér fannst þetta. Það eitthvað rödd sem segir, voðalega þetta hallarslegt. Já. Þú ert að gera þetta. Ég fór eins og í svona líka. Taktu bara utanum hana og vababá, ég var eitthvað. Þetta eitthvað. Hvernig fannst þið það? Mér fannst það gott, af því að sko, litla Gitta var alltaf að fara í taugarnar á mér, sko. Þú veist, mér fannst ég hafa verið leiðilegt og erfitt barn og Já, eitthvað svona sjálfsniður. Já, þetta hefði hvort... Þetta var mér að kenna. Þannig að þú veist, eitthvað að finna til með þessari stelpu, það var einhvern veginn, mér fannst það eitthvað skrítið, sko. En mér fannst þetta var alveg gott að einhvern veginn að ná að finna bara, þú veist, þetta bara lítið barn.
og þegar maður búin að eiga barn sjálfur sem 6 ára og þú kennir ekkert 6 ára barni það sem maður lendir í sko, þannig. En hvernig eins og bara þegar þú varst barn, hvenær fæddustu? 68. 68. Bjóst í Kópavogi? Já. Og oft alveg ágætt ár held ég. Já. En mér lýst þannig allavega að ég á hálfsískinni sem töluvert eldri en ég, annars ég hálfgest einbyrni. Og mér svona lýst þannig hafi verið svona fjörugur, klár og svona strax byrjaði að vera þetta performer. Já. Í svona fjölskyldu bóðum, sko. En svo hrundi heimurinn minn aldrei rosalega þegar ég var með pappa minn sem var að vinna í vegagerðinni. Hann tók mér stundum með út á land sem var rosalega gaman. Að vera að gera vegi og ég var bara eitthvað að hangsa. Við erum ekkert leifilegt í dag en þetta var 70 eitthvað. Sko. Já. Og stundum var ég með honum í þessum vélum sem hann var að keyra þarna sem var líka rosalega gaman, sko. Já. Töff að eiga pappa sem var að keyra jarðítur og alls kýrst töff, sko. En svo sagði mér einn daginn þegar var verið að laga veginn undir Ólafsvíkur enni sem var þetta milli Ólafsvíkur og Hellissands og Rifs. Já. Að ég ætti að fara núna við værum að klára, ég ætti að fara samt með strákunum, hann þyrfti að klára, hann var verkstjóri þarna. Já. Þannig að hann þyrfti að klára þess á mikið á hjólaskóplu, veist hvað það er. Já. Mjög stórt svona verkfæri á 4 hjólum, snýst svona taldum sjálfa sig, stór skópla. Og hann ætlaði síðan að keyra á henni bara aftur í búðirnar. Svona skálar þar sem allir sáfu. Þannig að, já, ég stakk bara út og fór upp í bíl og veifaði honum, hann veifaði mér. Það er síðasta skipti sem ég sé hann, sko. Og því að við fórum í búðirnar svo var ég alltaf að bíða eftir ég sæi hjólaskóplunum nálgast, hún kom aldrei. Þetta munaði litlu kannski, ég vel geta verið með honum, sko, að því að hann lendir í slysi. Vegurinn gefur sig, þannig að hjólaskóplan rennur bara niður svona brekku og þessum tíma enginn með hjálm eða neitt. Engin belti í þessu? Nei. Mér þess að venjulegir bílar, bara fyrir ungt fólk sem er kannski að hlusta. Það þurfti ekkert að vera í bílbelt. Nei, það voru stundu bílbelti fram í en ekki aftur í. Já, alveg. Það var svo örugt að vera aftur í, sko, það þurfti ekki. Krakkarnir sátu þar óvarðir. Já. Og eiginlega ótrúlegt. Og það reyndar, ég er aldrei óheppin með það á þessum tíma, þetta er 76. Minnst ég ennþá vera áttam á því hvað af hverju vorum við ekki lengra komin í að hjálpa börnum í að komast í gegnum svona erfitt. Og varstu þá bara varstu með þá bara einhverjum mönnum sem voru að vinna með pappaðinum upp í skálanum að bíða? Já, það kemur bara maður og segir pappiðin meiddi sig aðeins. Já. Mjög góður, oft hugsað til þess manns að því hann var svo rólegur. Hann vissi alveg náttúrulega hvað þau gerst að pappi minn var eiginlega nær dauðan lífi, sko. Já. Sagði pappiðin meiddi sig aðeins að kemur bara aðeins seinna. Já. Allir trámað byrja ekki þarna, sko. Já. Það er enginn að segja mér neitt. Og svo vaknaði ég nóttina og þá er hálfbróðið minn, mun eldri ég, bara allt í enn mættur í mann þegar að hafa heyrt röddin í honum. Hann sagði mér að ég hefði mér sko pissað á mig meðan hann var að fara með mig suður, sem er alveg klárt tráma. Þannig er það að byrja. Sko. Það er svo sem alveg eðlilegt að missa fólk. Sko. Það verður að tala um það, sérstaklega við börn. Og það er samt á ekki einhvern veginn að vera eðlilegt. Jú, þú veist, það er eðlilegt að fólk degi en að það er ótrúlega ónáttúrulegt að missa foreldra sitt þegar maður er barn. Þeim er ástæða til að taka alvarlega á því. Einmitt. Það var ekkert gert, ekki neitt. Sko. Hvenær fyrst að vita að maður er svo látin? Það var alveg kannski, það er erfitt átt að sjá þessu að því að tráma virkar oft þannig að það bara koma eyður í minnið. Já. Og þessum aldrei þegar maður er 8 ára þá er minnið svo tilfinningatengt. Já. Ég man aðarlega bara eitthvað svoleiðis. Þannig er það náttúrulega verða til minningar sem fara á vitlausan staði í heilan á mér. Minningar eru eitthvað sem við eigum alltaf að vera að vinna úr. Já. Og en sumar þeirra þessar trámaminningar verða bara fastar á ákveðnu staði í heilanum okkur. Sama stað og það sem við erum með survival mode og þetta hlaupa, flýja, berjast kerfi. Já. Fight and flight systemið.
og það er svo kerfið mann sé alltaf að segja að þessar minningar, þetta ennþá valið, þetta ennþá að gerast sko. Þú ert kannski að rífast mömmuðina þegar þú ert 12 ára, alveg brjáluð út í hana og það bara, og hún reið út í þig og svo líða 10 ár, þá getið þið hlegið þessu sko. Minningar eru báðar búin að vinna, sko, heilin er alltaf að vinna úr þessu, bara búin að setja þetta eitthvað örugt og ég get bara hlegið þessu núna, þetta skiptir ekki máli en þessar trámaminningar eru sífellt að þetta er að gerast núna, það er eitthvað hræðilegt í gangi. Já, og þú varst 8 ára? Já. Það er svolítið að því að maður minn, hann misti pappa sinn líka þegar hann var 8 ára. Var það slís eða sjúkdómur? Það var, má segja að hafa verið slís og alkoholismi. Hann sem sagt stakk af Vogi og ætlaði að fara að synda út í skútu í Arnarnesvoginum og drukknar. Það er hljómar sem virkilega vont áfall. Já, en hann einhvern veginn, og það var bara, það var bara sagt við á einmitt bræðina, bara pabbi dáinn og og svo bara skóli og fótboltaæfing daginn eftir, skilur. Já. Og þetta var aldrei unnið með þetta, sko. Og það er, hefur örugglega verið, þetta var 80 og eitthvað, þannig að það var ekkert ennþá þar heldur byrjað. Nei. Þannig að hvernig var svona, manstu það, hvernig lífið var svona bara allt í einu að eiga engan pappa og halda áfram. Já, svona óraunverulegt. Þegar ég hugsa tilbaka, það var allar þessar minningar óraunverulegar og það enginn er tráma líka að einmitt að ég 8 ára barni, enginn segir neitt, eða mér er bara sagt pabbi henni dáinn, henni á Guði. Farin út að leika þér. Þetta var svona, ég er ekki að ljúga þetta. Nei, þetta var svona. Ég trúi bara alveg. Það eru hlustendur að hlusta og þetta hefur breyst svo mikið. Ég held að segja sko þegar ég sé oft yngra fólk alveg hrista að hausinn sko. Já, þetta er rosalegt sko. Að þetta hafi verið bara, og líka bara, maður sáði alveg 90 og eitthvað þegar að fólk var að missa börn í snjóflóðum og eitthvað. Já, það hefur verið talað um það. Það hefur mátt taka miklu betur á því. Það var ekkert rosalega mikið verið að pæla í þessu sko. Nei. En hvernig gekk þér svona í skóla og svona eftir? Hræðilega bara. Það gerist líka þegar áfallið er svona rosalegt eins og ég var að segja með geði líkamann og líkamann að líkaminn verður fyrir áfallið líka. Og það svakalega eiginlega bara allt kerfið er einhvern veginn að reyna bara að endurstarta sér, finnst mér. Mér finnst þetta bara að hafa orðið bara stopp, að tekið úr sambandi. Og kerfið að fara aftur í gang og finna, það er allt breytt og ég til dæmis mátti þola það að ég allt í nú var ég farin að pissa rosalega mikið undir. Pissi í buxurnar og bara það litla kerfi í heilanum sem á að sjá til þess og passa bara það bara virkaði ekki. Það tók mig mörg ára að ná tökum á því. Sko. Og ég var með þess að ná í fólk getur gert það er bara fljótlegt að það vill að hafa sambandi Landspítalann og fá svona gamlar sjúkraskýrslur. Ég er nú sagnfræðingur mennt, þannig að ég er alltaf á leiðinni á Þjóðskjalasafnið og vil ég fá að sjá eitthvað gamalt sko, sem tengist mömmu minni kannski eitthvað svolítið. En þetta, mamma náttúrulega, ég held, ég er voðalega sannfærður, ég veit bara ekki hvað það er. Ég er sannfærður að hún upplýði ykkur hræðilega áföll líka. Hún fætt 22. Allt í hennar fari bendir eitthvað nefndi þess. Svona þessi sérstaka brjálaða trámareiði sem bröst stundum út sko. Og einmitt svo dæmigert eitthvað að nóg til þess að ég kannski hendi svona bolla og það heldist niður sko. En það er nú minnihátt en hún brást við eins og ég hefði kveikt í húsinu sko. Ég þurfti stundum að flýja bara húsið sko, út í snjóstorm og hríð og því að ég bara treysti henni ekki sko. Og var hún að drekka eða? Nei, hún gerir þannig reyndar ekki. En þessu fylgdi alveg ofbeldi sko. Ég var alveg lamin sko. Og einmitt versta tegund af ofbeldi sem var svona ofbeldi bara út úr out of the blue, bara allt í einu bara. Löðrungar og högg og hvernig vogaru þeir að segja þetta og af hverju þetta. Og þegar maður er barn og búin að verða fyrir svona áfalli, þá er þetta alltaf rosalega svik. Þetta er manneskja sem á að passa þig. Og þetta er manneskja sem á að elska þig mest. Já, en hún er alveg ónýtt sko. Og þetta er... Þarna hefur verið ágætt að hafa eitthvað opinbert batteri sem er... sem er svolítið drasl samt.
þetta opinbera batteri sko í dag. Þann dag í dag? Já, það bara, þetta falskt öryggi sko. Það? Finnst, já, en það bara, en það náttúrulega, já, það hefur ekki tekið eitthvað gott við að þið voru þið ekki bara þá ein alltaf ef að hinbörnin voru miklu eldri, bygguð þið það bara? Jú, þau voru á fullori fólk sko, búin að eignast börn og voru á fullu í sínu lífi, einn bróðum minn var bara þau hefur verið nám erlendis og voru bara, komið með fjölskyldu sjálf, sko. Og það voru, það er ekki fyrir ég alveg að verða 13 ára, þá grípa þau inn í. Það er alveg frá þetta 8-13 ára, 5 ára tímið þar sem mamma mín meira, ég veit ekki hvort að þú eða þið sem að hlusta að við séð horrormynd sem heitir The Babadook. Hún bara mína æsku. Já. Hún fjalla eins og svo margar horrormyndir og ég elska horrormyndir sko. Já, ég líka. Það er alveg, ég fór bara að horfa á það strax þegar það var eitthvað ég mér sem sagði bara þegar ég var lítill. Ég skil þetta. Já, ég tengi. Svona heimurinn. Já. Og leita einmitt í punk og þungar og eitthvað sem rúklega hreyfði við manni. Þoldi ekki sorglega tónlist. Nei, bara niðurdrepandi, já. Nei, ég heldur fór reiða tónlist af því hún var byrjuð að grafa sig. Já, eðlilega. Já. Og hvað gerðu þau þegar þau gripu inn í systkinin? Þá var ég náttúrulega, ég var byrjaður sko að drekka og reykja þegar ég var svona 11-12 ára. Já. Mamma alveg búin að missa tökinn á mér og ég var svona á leiðin að verða eitthvað svona smáglæpon. Farin að brjótast inn og mér mjög gaman að vandalisma, eyðileggja hluti. Og svo útrási því. Ég þurfti að fá eitthvað útrás. Já. Ég var ekki búin að uppgöta tónlist alveg. Nei. Jú, ég var búin að uppgöta hann til að hlusta á sko. Já. En ég alveg samfærður líka að þetta allt hefur einhvern veginn mótað mitt líf og minn karakter. Og mótað það ég skildi að fara í tónlist. Og það að ég elski horrormyndir og þungar og það er líka tengt þessu, þetta er allt tengt. Bara það að ég í leðurjakka núna og alltaf svart og gráklæddur, ég bara í kamúflas. Já. Mér líður illaði fyrir mjög litríka búningar sko. Já. Ég stundur svona augrað mér að vera rauðri peysu eða ég man þegar ég keypti mér sem vínrauðar buxur. Rosalega var það erfitt að venja sig á gangið. Þá bara kerfið að segja að þetta er allt og hættulegt og vekur allt og miklu aðtekla á þér. Já. Þannig ég alveg búin að vera í survival mode svona alltaf að dálítið eins og Arnold Schwarzenegger í Terminator, ég tengi svo við það þegar hann lappar hérna á barinn í byrjun myndarinn og er svona að skanna allt, hvað er þessi stór, geti fengið fötin á þessum og það er alltaf að vera að gera þetta hvert sem ég kemur, skanna allt bara þessum líður illa, þessi er ósáttur, hann er eitthvað reiður þessi rosalega slakur og þetta er þreytandi, ég nenni sig ekki lengur. Nei, þetta er mjög þreytandi og þú veist maður upplifir líka held ég að vera rosa næmur á tilfinningar annara veist, sem er alveg óþólandi af því ég er alltaf að þú veist, ég held að þessum líði eitthvað illa ég verð að gera eitthvað í því. Já, þú veist ég tekki það. Já, og það er bara þú veist, ég get það ekki ég er bara, ég er svona að vinna í meðvirkninu minni á þessu ári, það er sem sagt mottóið fyrir 26 að reyna að sleppa tökunum á bara öðru fólki. Það er allir að missa foreldra sína núna á mínum aldri sko. Nú, ok. Það bara kemur bara dánarfregni og Facebooki mitt er bara svo les og ég er bara eitthvað, hvað get ég gert og ég er að bjóðast til að baka fyrir jarðarfarir og eitthvað, þau veist. Þú veist, ég oft heyra konur segja meira svona. Já. Þegar ég er að tala við fólk um þetta. Já, þetta er, við erum einhvern veginn, þetta er eitthvað svona nurture dæmi. Já, meðan við kallum kannski, ég allavega fór bara hingað sko. Ég bara, það er nú fína greind og ég held að við byrjum strax, ég fór bara að grípa í öll hálfstrá sem ég hafði því ég hafði ekki neitt sko. Pabbi mér á horfi en hann var eiginlega svona akkirið mitt og mamma misti alveg tökina á þetta þannig að ég var bara laður einelti og ég síðan hitt krakkar sem voru með mér í bekk þau sögðu ég var margoft sko lengi einn skólasystir mín hún sagði sko hún hefði svo oft hort á baki á mér og satt fyrir aftan mig sko var furðaði þess alltaf á því okkur gat á peysunni hjá hann. Það er enginn að laga þetta. En það gerist ekki. Nei. En þarna var ég farin að akta rosalega út, sko, 12 ára gamall. Já. Bara farin að hanga á hlemmi og komin í leðurjakka og punk og eitthvað svona. Já.
kynntust einhverjum krökkum sem voru í sama... Já, alveg. Já. Þannig að það hefur verið... Við finna hvort annað. Sko. Já. Og hvað þú talar að það hefði verið tráma? Það eiginlega samt dálítið, sko, ég lærði strax að vantresta fullorðnum. Já. Það ennþá dálítið í gangi. Fullorðnir ég mjög reiður út í fullorðna á þessum tíma, sko. Gátuð ekki gert eitthvað. Já. Þetta þessi heilbriða reiði sem kemur upp þegar maður byrjar að vinna í þessu samt. Já. Hún öðruvísi reiði, hún á rétt á sér. Mér svona manni blöskrar bara. Já. Býtu, var ég þetta litla barn og var ekkert gert? Hvað voru þið að pæla? Mér langar svo að segja þetta við. En það líka ekkert svo auðvelt, sko. Ég get ekkert verið að kenna neinum eiginlega. Systkini minn grípuð inn í loksins og hjálpuðu mér, vissulega. Bróðið minn, sérstaklega hálfbróðið minn, tók mig til sín í Stykkishólmi og fór eitthvað að reyna að aga mig til sem var bara mjög gott að kynnast svona eðlilegu fjölskyldulífi og svoleiðis. Ég kem til hans þegar ég svona alveg að verða 13 ára út á landi í Stykkishólm. Svo í apríl þá kemur vinur hans úr bænum og kvikmyndagerðarmaður Ágúst Guðmundsson sem ég hefur gert ýmsar myndir. Hann var að vinna mynd eftir Íslendingasögunum, eftir sögunum Gísla Súrsson og að leita tökustöðum. Og þetta mjög spennandi á þessum tíma, þetta 81, þá íslensk kvikmyndagerð aldrei að fara af stað. Já. Og verða vitna þessu, við erum líka vitna sumum tökum og það var mjög gaman. En við siglum út af Breiðafjörð. Óli bróðir, dóttir hans Melkorka sem þá var 11 ára, ég 13 ára og trillukarl sem hitt Jónas sem átti trillun og þekkti Breiðafjörð eins og handarbæki á sér. Hann taldi það allavega og örugglega gerði hann það en fólk getur gleymt, sko. Og hann sigldi beint á sker. Báturinn fór beint upp á skerið, lagðist á hliðina og talstöðin fór í sjóinn og þarna vorum við bara först á skeri og fólk vissi að við höfum lagt af stað en kannski ekki nákvæmlega hvar við værum. Þetta í apríl, sjórinn kaldur, það fer síðan að dimma daldið og alltaf verða voðalega kalt. Ég hefði örugglega drepist þarna ef Ágúst hefði ekki verið svona flinkur sundmaður. Hann hefði fengið lömunarveiki í æsku þannig að hann gat ekki stunda venjulegar íþróttir og fór þeim meiri sund þannig að hann var mjög sterkur sundmaður. Ég man ennþá eftir honum þegar hann sagði bara við Óla bróður og ég var að gefa þeim það líka, maður hugsar þetta svokallega fullorðna fólk í lífi með hans en það ekkert langt sem ég átti mig á því að Óli bróður minn var 32 ára þegar þetta gerðist. Það ekkert úrlega hára aldur. Og hann var með þarna bróður sinn og dóttur sína með sér. En Ágúst sem sagt segir bara ég ætla bara að synda í land. Það var svona 150 metrar í einhverjum, ég veit ekki, 6 gráðu heitum sjó eða eitthvað. Straumar líka. En þeir vissu það að í landi, í Purkey, þar var maður sem dvaldi alltaf í eyjunni á sumrin. Þeir vissu að hann var þar. Og hann gat náð sambandi við land, þannig að hann syndir í land og ég held að myndi deyja þegar hann var að gera það því að hljóðin, ég hef aldrei heyrt mann mása og kvása í að rosalega. Hann sagði sjálfur seinna, sko, hann var eiginlega orðinn alveg tilfinningalaus í höndum og fótum þegar hann kom inn í land. Og svo þurftum við bara að bíða. Og nýlega að því ég farin að pæla svo mikið, þá hitti ég frænku mína sem þarna var 11 ára og við sátum bara lengi og rifjum þetta upp. Ég var svona að biðja hana að sko segja mér sína upplifun að þessu. Það hefði eiginlega mest áhrif á hana að hún fór að þess að vola, 11 ára barn, fullkomlega eðlilegt. Bróður minn hastaði mig harkalega á hana, ekki þetta. En hún sagði að minning hennar að mér þarna að ég var alltaf alveg bara eins og steinn. Ég volaði ekki, sagði þið ekki neitt. Það bara að flýja henni upp. Þannig að þetta í annað skipti á stuttum tíma það sem dauðinn kemur. Fyrst kemur hann bara og tekur pappa minn nánast frá mér, sko. Bara fyrir framan augun á mér. Núna hann kominn og hótað því að drepa mig svona hægt á kuldanum. Því að það flæðir að og þegar, en Ágústi tókst þetta, hann náði sambandi við mann sem hafði sambandi í Stykkishólm og
og hún bætaði við, það svo dæmigert íslenskt eitthvað, þá var Stykkishólmur mikið svona, þetta var bara fiskipláss, eins og flest pláss á Íslandi þá, 81. Já. Og það var einn maður hérna sem hafði ákveðið að sigla ekki þennan dag og hérna eins og hann hefði fengið eitthvað svona sagt honum ég hef gaman að þessu við Íslendingar förum svo fljótt í þetta svona yfirnáttúrulegt það samband en ef það gerðist þá er bara með það klátur því að hann fær kallið og siglir strax af stað og ég man þegar báturinn kom það ótrúlega tilfinning að vera bjargað þannig að kuldin var orðin svo mikill ég var eða svona farin að hætta pæli í honum og já, alveg svona það er alltaf slökknað öllu og ég oft hugsa hvernig Óla bróður minnum hefur liðið sko að vera hann var greinilega farin að hafa áhyggjur farin að spá sjálfur í Indíland hún fannst þetta að taka eitthvað svo langan tíma og voru líklega hrættur það Ágústi hefði ekki tekist verkefnið, hann hefur kannski bara bugast á leiðinni eða eitthvað við vissum ekki neitt sko. Nei, sáuð hann ekkert í Nei. Og svo kemur bátur ég man að það var mest pyrrandi að svo frábært og svo gæti hann ekki komist alveg nálægt út af hérna skerinu. Já, út af skerinu. Skipstjórinn hérna gerði svona atrennur og hérna ég tegði hendina þetta bara og það var bara sterk hendi sem greip í mig og kippti mér til sín og fleiri hendur sem tókum hérna borð og ég var bara strax færður úr öllum fötum en það orðin rennandi blautur ískalt og hérna svo voru bara einhverjir fullorðnir menn alltaf mjög hangklæði bara og voru að nutta mig á fullu og svo með vafið inn í teppi og bara settur upp í einhverja kói og hérna sáðu nú bara og ég lét ekki segja mér það tvisvar sko. Þetta var náttúrulega ég kem þarna í Stykkishólm með tráma, þetta var ekki að hjálpa neitt því það var ekki talað þetta heldur og ég held að þetta hafi haft mjög vond áhrif á bróðum minn sko. Ég get ímyndið með það að hafa verið í hans sporum 32 ára að hugsa sko ef ég þarf að reyna að synda í land menna, þau lifa þetta ekki af við hefðum ekki lifað þetta af ég og frænka mín sko. Hann var bróðir minn var jafnvel betri en ég að taka allar tilfinningar og loka þær í ykkur stálkistu og geima þær þar en við töluðum, hann vildi ekki tala þetta slís til dæmis mikið við konuna sína en við töluðum aldrei þetta og þegar ég var hann fullorðin vorum eitthvað að tala þetta og þá sagði hann mér hérna, þú veist að við vorum örgulega bara svona klukkutíma frá því að frjósa í hel okkur var bjargað á síðustu stundu þannig að þetta hefur verið svakalegt og bara einmitt og svo bara haldið áfram daginn eftir eins og ekkert hafi gerst það er bara svo leiðis þetta hefur verið skemmtilegt ævintýri þetta verður eitthvað sem þið munið eftir á þessum tíma svona 8 til 12 ára 13 ára þá hugsa ég tilbaka og það er mjög algengt með tráma og áföll þú kannski þekkið það svona eins og raunveruleika tilfinningin verði meira fljótandi einhvern veginn ég var stundum bara sem barn að hugsa bara mér fannst ekki gera almennilega grein á bara draumi og raunveruleikin verður óraunverulegur Já og maður segir líka þessar sögur og það er bara, fólk er bara þú veist, bara hvernig ég, þú veist, það var svona alls konar, ég bjó sem sagt, alveg upp að Djúpavík á Ströndum þannig að ég þurfti að fara á bát í skólan sko. Langt í burtu það er mjög langt og við vorum alveg alveg þar upp, ég kom þangað bara síðast ári í fyrsta skipti sko. Ok, en við erum þar alltaf á sumrin sko og hérna erum að reka hótelið sem mamma og pappa eiga og hérna en það er einmitt svona alls konar tráma tengt þessu sem að ég var bara mér var þú veist nánast hent upp á bryggju til þess að komast í skólan sko þú veist það var bara ég og bara mamma tók mig bara svona fram á stefnið og svo tók einhver annað við mér Hvað segir þú? Já því það var ekki hægt að leggja upp út af það var svo mikið breym sko og svo bara einu sinni datt ég næstu á milli sko og ég var öll marinn hérna og svo var þetta bara svona er þetta bara Já, bara heppin ekki fór vel það var alltaf svoleiðis, bara þetta fór nú vel en maður var svona ég held að það sé einmitt svona uppsafnað alls konar svona sem kom fyrir sem maður bara svona þú veist, maður var svo nálægt í að eitthvað rosalegt gerðist sko Nákvæmlega Þannig að ég skil tráma ég einmitt er að
vinn í því með sálfræðingi núna þessa dagana að vinda eins ofan að þessu. En það Já, sama hér. Ég byrjaði sem sagt á síðast ári í svona EMDR meðferð. Og finnst þér það virka? Það svo skrítið að þegar ég fór til dæmis á þennan á gamla æskustæðin og var ímyndað mér ég var að ná í þennan 8 ára gamla dreng, sko. Og þegar ég var komin heim, ég meðast þetta hálfbjánulegt. Það alltaf sú rödd sem en það það verndara rödd, sko. Já. Alltaf sálfræðingur minn segir þetta eiginlega unglingurinn í þér sem að tala, sko. Því sem myndir með því 19 ára þá ég alveg komið með þessa persónu sem bara, ég ætla ekki að láta brjóta mig niður, ég segi það alveg. En ég leitaði mikið í áfengi líka á þessum tíma, unglingsárunum. Já. Og áfengi var bara hjálp. Það var eina sem bara slökkti á þessum tilfinningum og þessari tilvist á greppu sem 8-9 ára gamalt barn var komið í. En það ekki skrítið leið og ég komst í það, bara svona 11-12 ára, þá bara, þetta besta efni í heimi, ég ætla að reyna að vera eins mikið með þetta efni og ég get. Ég held ekki að ég sé, ég veit ekki alkoholisma svo sem, en mér svona fundist, sumir vinir mínir svona klassískir alkar, frekar eðlilegir menn, svo fóðu þeir sér að drekka og þá bara verður breyting. Já. Og þá bara verður að brjóta borð og lögreglan kemur og allt brjálað. Alltaf öfunda þá, af því að vandamálið svo augljóst. Já. Það frábært, það lúxus. Já, þetta bara alkoholist. Ég bara, eitt vinur minn var í því að terrorisera bæinn sinn út á landið þar sem hann bjó. Svo hætti þessi menn að drekka, það eignast bara kannski barn eitthvað, þá bara þetta allt í dúnalogn og þetta mildustu menn sem þú hefur, En svo erum við sem erum meira að nota þetta sem deyfiefni. Það ekki eins augljóst. Af hverju þessi að drekka? Það bara stutt síðan ég áttaði mig á því. Ég ekki sem ég hefði farið að misnota áfengi og önnur fíkniefni ef ekki væri fyrir þessa upplifun. Hvernig, þú veist, eins og bara þarna þegar þú ert eftir þetta 12 ára, 13 ára slís, varstu lengi í Stykkishólmi þá? Nei, ég var það ekki og strax næsta ár, 82, þá Óli bróðir minn að flytja til Akureyrar og systir mín bjóð þar og þá var stefnan að ég ætti að fara til systur minnar. En það var nú ekki af því. Ég fór aftur heim til mömmu minnar sem var nú kannski ekki gott, Nei. En ég man ekki hvað ég var að hugsa á þessum tíma en einhver hluta vegna þá endaði ég þar aftur. Hún vildi fá mig aftur. Já. Og ég bara hreinlega man ekki hvað ég var að hugsa það. Nei. Ég var oft eins og einhver svefn gengill, Gekk það betur þegar þú komst aftur? Æði og ég eignaðist alltaf mikið af vinum í Kópavogi. Já. Það svona, ég ekki lengur þessi 9 ára, 10 ára strákur sem lagður einelti og alltaf pissublutur og engi vill leika við hann. Ég orðin einhver önnur típa þarna sem dálítið svona cool og töff og veit mikið músík og svona og við fundum bara strax hvor aðra í fríminútum við þessar myrkraverur. Já. Það talaði um eitthvað sem heitir traumabonding. Ég hef stundum velt fyrir mér bara hvort að fólk getur bara hort á annað þessir með eitthvað. Já, ég held að sé alveg svolítið svo. Já, ég finna stundum ég talað á svona nýlega fundum og aðfundum til dæmis og ég tala að við búum til eitthvað svona superpower. Mitt var það til dæmis að geta slögt á söngdartilfinningu og svefntilfinningu og ekkert bara alveg loka mig af andlega og ég segi hjá mörgum okkar þetta þannig að með þess að áðurum við nálgust húsið, það ekki fólk sem hefur allist upp alkoholisma og svona þá eins og krakkar viti nákvæmlega hvernig staðan á heimilinu bara áðurum takki húnin. Ég sé mitt þetta bara, þekki þetta. Þetta bara... Af hverju þekkjum þetta? Þetta ofurkraftur. Þetta á ekki að vera hægt. Nei, þetta ótrúlega. Þetta líka partur af þessari meðvirkni. Þú veist, ef fólk skellir hurðum, þá fer ég í... Já, það eitthvað að... Já, og einhver gerir eitthvað, þú veist, fólk fer að tala hátt eða rífast og svona, þá fer ég strax bara plísninu að stoppa, getið bara tala vennilega, þú veist, að ég bara, það eitthvað sem gerist í mér sem að ég bara svona, ég meikið ekki, getur bara verið civil ekki öskra hvort annað eða skella hurðum, þú veist.
Ég ólst ekki fyrir alkoholisma en ég skynjaði sko hvernig mömmu leið alveg fljótlega og svona fór að læra daldið á það. Og unglingsárin voru upp og ofan. Það var ekkert sem ég hrættist þetta mikið eins og stelpur. Ég fann alveg leið og þær kom eitthvað, maður fór að finna eitthvað hlýju þá bara fór allt kerfið í gang. Nei, þetta stór hættulegt. Bara hætta, bara rauðlegus. Þannig að ég var ekkert í samböndum á mínum unglingsárum, ég bara gat það ekki. Og það hefur alltaf verið erfitt fyrir mig, bara á endan dag í dag. Það bara, ég alltaf með þennan myrka verndara sem alltaf að benda, ríf í mig og segja, þetta hættulegt, þessi manneskja hættuleg. Nei, ekki fara þetta inn. Kannski þess vegna elska ég horrormyndar, þegar ég geti hort á annað fólk og sagt ekki fara þetta inn. Nei, en ég öruggur í stólnum mínum. Hefur það aldrei verið í löngu sambandi? Nei, ég á 3 langtíma samband. Mér tókst að búa til 2 Íslendingar samt. Sem bara ljómandi fínt fólk í dag. En nei, þetta var alltaf allt verið litað af þessu. Ég alltaf átt að mig betur og betur á því. En þetta svo skrítið samt sko að það eins og framheilin okkar vinni bara ágætlega úr þessu öllu saman á eitthvað svona intellectual máta og reyna að raða þessu upp, þetta gerðist og slæmur hluti gerast og við erum bara að vinna úr þessu. Það svona Miss Pollyanna búa í framheilanum sko. En það eitthvað myrkari staður sem þessar minningar eru fastar. Og eins og veist maður, EMDR gengur bara út af það að taka þessar minningar og reyna að færa þær, kenna heilanum, reynda að vinna úr þessu eins og venjulegum minningum. Þannig að þær hafi ekki rosalega áhrif á líf okkar í dag. Og ég fann það eftir ég fór í Kópavog og bara ég ætla að ná í þennan 8 ára strák að þegar ég var komin heim í Reykjavík greipin svona óbóðsleg þreyta, svona andleg þreyta. Og eitthvað svona sérstök tilfinning sem ég tengi alveg við, ok, nú ég búin að hreyfa við ykkur þarna í þessu myrkri. Mér hefur ekki verið hreyft lengi. Það alltaf mín tilfinning að vinna úr þessu. Og ég get ekki eiginlega, ég tel eiginlega niður dagana núna þegar ég að fara að hitta minn þerapista. Því mér finnst því fyrsta skipti vera að gera eitthvað gagnlegt. Þannig að bladra bara aftur og aftur þunglyndi, sko. Já, ok, þunglyndi ég átt að með á því það meira svona einkenni. Og í rauninni ég líki þunglyndinu mín kannski við leyniþjónustuna í hausnum á mér sem stundum bara segir bara ok, við höfum ekki lengur stjórn á þessu, við tökum yfir. Og þá bara eitthvað afl sem fer inn í minn heila og dregur niður úr löngun í svengd, kynlíf, bara öllu, en ítir áfram sko þetta sofa meira. 8 tímar, nei, taktu bara 14 tíma. Eitthvað sem að reyna bara ekki reyna á mikið á þetta. Hvernig fórstu að finna fyrir svona í fyrsta skipti þar sem að þú er að finna fyrir þunglyndi? Manstu? Ég bara alltaf. Það bara verið eitthvað svona skuggi og myrkur og svona að því það versta ofbeldi sem ég upplifði og ég leit aldrei á það sem ofbeldi, það var vanrækslan. Það var enginn sem talaði að sagði mér okkur hlutirnir væri svona, mamma var bara mjög óstöðug og ég held að við sem börn, við erum alltaf að reyna að setja krókan okkar í eitthvað svona örugga línu. Sko. Við erum bara einhverju klettaklifrar og við þurfum að vera tengd einhverjum örugur sem við tristum. En þarna var ég bara einn í klettinum og bara haldandi dauða haldi og það engin lengur að hjálpa. Sko. Pabbi fallin í hyldýpið og eitthvað. Það merkilegt þegar ég að segja þetta núna, þá gerir ég mér ennþá betur grein fyrir þetta, hvað þetta var rosalega slæmt. Ég myndi ekki vilja að eiga 8 ára dreng sem þyrst að ganga í getum þetta eða stúlku. Nei, það bara hræðilegt. Sko. Það bara hræðilegt og bara ótrúlega átakanlegt og bara líka bara það að þú veist að við einhvern veginn föttum það, þú veist, eins og þetta þú veist að segja, þú veist að maður bara alltaf að pæli, þú veist, ég fullorðinn, ég geta tekist á við hlutina einhvern veginn, bli og en það eitthvað í manni sem bara brotið, skilur við, þú veist, bara frá byrjun eða frá æskunni og maður þarf bara að laga það, skilur
og það alltaf þessar hugsanir bara ágættir hallarslegt, ég þarf að fara að gera þetta eitthvað. Já, mér finnst það aldrei áhugaverðar hugsanir sko. Sálfræðingur minn fyrir alltaf að glotta þegar þessi karakter, þetta náttúrulega ákveðin verndari, bara næti kjaftaði bara, og þessi verndari hefur verið aldrei aðgangsharður í mínu lífi, bara þetta bull og kjaftaði, þetta bara girtu þið brók og halda áfram. En ég finn þetta virkar. Já. En segðu mér þá, af hverju drögum við úr, núna lítum við á þetta, þú lítur á þína æsku og sér bara, ok, þetta að láta barn upplifa þetta ekki sniðugt. En af hverju drögum við úr þessu? Ég veit ekki. Gerum við það ekki? Ég bara alltaf að gera lítið úr þessu. Já. Ég þolið það ekki. Nei, ég ger það líka, sko. Já, það líka held ég bara, herðu okkar, nei, ekki rifið þetta upp, þetta of erfitt. En þetta líka bara eitthvað vákað þú eftir spennandi æsku. Ég hefði alveg viljað bara geta labbað með skólatösku í skólan og en það margt sem að ég fekk út minni æsku sem að ég kann að meta. Ég alveg hörð af mér, skilur, og ég alveg, það fátt sem hræðir mig, þannig séð. Ég bara, en á sama tíma ég stundum bara mjög hrædd bara við hugsanna mína, skilur þetta bara svona það einhvern veginn, þetta úsla skrítið og pínu svona brengla, sko, en maður alltaf að læra og ég held að að ég þroskari núna heldur en þegar ég var 30 og 20, maður heldur alltaf maður sjórin fullorðin á þessum árum, maður sé búin að með þetta, sko, en svo bara fatta maður að ég vissi ekki neitt, sko, og einhvern veginn og ég fór einmitt að drekka í 10. bekk og mér fannst það bara rosalega fínt að stundum að gleyma mér bara alveg en það verst. En það var ekkit rosalega gott fyrir mig. Ég gat aldrei drukkið alveg eins og venjulegt fólk, sko, þannig að ég hætti því fyrir 16 árum. Já, sama hér, 16 ára. Já, það. 2009. Já. Það 17 ára þessu ári. Já. Það var mjög mikilvægt skref. Já. Ég líka dálítið mikið að hugsa núna, ég nenni ekki lengur að vera þessi karakter sem bara, þetta bjánalett, þetta asnalett og okkur var fólk svo miklu fáiðar. Það dálítið búið að kenna mér, sko. Það besta sem ég fekk frá AA var þetta vertu auðmjúkur og heiðarlegur. Það rosalega vopn. Það rosa gott. Já. Og það bara... getur eiginlega enginn fundið högstað á þér eða bara alveg hreinskilin. Já. Og auðmjúkur. Því alltaf að reyna að vinna því að ná þessu. Því maður líka bara, allar þessar litlu legar sem að maður notaði til þess að valda fólki ekki vonbrigðum bara, ég alveg verið að komin en þú ert alltaf sett, skilur, eða bara allar þessar smá legar, sko, ég fíla þessa tónlist og ég gera það ekki neitt, skilur. Já, ok, ég tengi ekki alveg þetta, mér finnst þetta áhugavert. Þetta svona, að maður var alltaf einhvern veginn, ég lærði mitt þetta með heiðarleikann að segja bara það sem ég og ef fólk fílar það ekki þá það bara alltaf lægi, skilur. Einmitt. Að vera ekki alltaf að reyna að lesa í fólk eitthvað hvað vilt að ég segi, heldur bara að segja það sem að ég vil segja og ég meina, Já, ég vil alls ekki hljóma eins og ég sé að kenna einhverjum sko, ég kenn ekki systkinum mínum þau, þau skiptu sér að mér. Það stundum, það var ekki alveg nóg, en það ekki þeim að kenna. Nei. Það það ekki. Og það líka ógeðslega gott að finna þau upplifa og hugsa að þau gerðu sitt besta á þeim tíma, skilur. Og það það sem ég oft hugsa með foreldra mína, þau fluttu þarna frá Kópavogi og allt sem gerðist var þau samt að reyna að gera sitt besta, fattur. Þó þetta hafi verið erfitt, sko. Já. Mamma mín var að reyna að gera sitt besta en hún var ekki að valda þessu. En hvað, hún farin? Já. Og var hún alltaf bara reið, bara alla tíð? Hún var nú mjög góð í því að ég held að hún hafi verið ég held að hún sé, já eins og ég sagði það, ég bara samfærður það er eitthvað tráma sem var í henni. Alveg 100%. Og ég veit að bara hvernig hún talaði foreldra sín, það var alltaf eitthvað svona kuldalegt og svo bara spurði hann eitthvað tímann af hennar, ég veit ekkert hvernig maður þetta var. Nei. En var þetta ekki pappi? Nei, pappa hennar, afi minn. Og hún sagði, ég þekkti hennar mann ekki neitt. Tala aldrei vel mömmu sína heldur og það stundu sá maður þess að brjálaðislu reiði blossa upp.
og þetta ekkert fólk sem var eitthvað að fara að opna eitthvað svona á þessum tíma, sko. Nei. Þú veist, og það En hún var ósérhlífin og harðdugleg og svona og alveg í grunninn skemmtilegu og hlý manneskja. Og þeim meiri ástæða til þess að losa fólk við einhverja myrkra brynju sem íþyngjandi. En, já. Hún hefur ekkert gifst aftur eða? Nei. Gerði það ekki. Hún hefur verið bara... Ég held að hún hefði bara upplifað sama og ég, þarna vorum við búin að missa mann sem var mjög svona áreiðanlegur. Já. Og óbóðslega rólendur, mikið jafnaðar geði. Ég er alveg samfærður með að mamma mín elskaði hann alveg heitt. Þau voru samt mjög ólík. Ég veit að margir í fjölskyldu hans, sko, fast vissu, hann var svona einhver svona player, sko, mikið á djamminu, flottur kall með svona Clark Gable eða svona 50s yfirskegg og alltaf reykjandi kamel og svona bara rólegur svona rólegur gaur úr vegagerðinni, sko. Já. Og svo var hann alltaf farin og við erum bæði eða bara alveg í lausu lofti, sko. Já. Það bara verið kipt undan eitthvað fótunum. Algjörlega. Óbúslega. En þú hefur verið að vinna þú sagði mér að þú hefur verið bæði farið sem sjúklingur inn á geðdeild og svo fórst að vinna. Var það fyrir eða eftir að þú varst þar sjálfur? Ég var 22 ára, 21 eitthvað þegar ég var að vinna á röntgendeildinni. Ég óðalegt þetta flósi og nota þetta orð, en ég flosnaði upp úr menntaskóla. Já. Og fór bara að vinna. Já. Mér gekk alveg vel í skóla en það vantaði bara af hverju ég hérna. Já. Ég sé ekki tilgang. Ég sá náttúrulega enga tilgang lífinu. Nei. Það var alveg farið að grafa sig bara. Já. Þetta alveg og seinna með því ég fór að lesa Heimspeki þá var hún ég greip rosalega hana. Hún var eitt af þessum hálfstráðum. Það var tónlist, bókmenntir, kvikmyndir en líka heimspeki að lesa, sko. Og það var svona tilvistarspeki talaði mjög til mín. Það sem var verið að segja, sko, lífið eiginlega það ekki tilgangur með því. Nei. Guð ekki til. Og ég var alveg samþykkti þetta strax. Já. Þegar ég las þetta og þetta alveg mér finnst þetta að hjálpa mér dálítið í gegnum tíðina. Já. Undarlega það hljómar kannski. Já. Varst að spyrja ykkur spurningu? Já, með þú fórst 21, varstu... Já, ég var að vinna á svo röntgendeild. Já. Og þar fór ég að hugsa meira og meira að mér langar að fara að vinna á geðdeild. Ég varði eitthvað en kynnast þessu. Ég var búin að vera mjög hræddur lengi að ég væri að missa vitið. Já. Ég man að ég var alveg sástundum offsjónir þegar ég var krakki og bara tilveran varð svo óraunveruleg. Og ég labbaði bara inn á 33C áfengiskeitdeild þegar ég var 21-22 og spurði hvort ég mætti fá vinnu hérna. Já. Og gerði það. Og ég held að það sé engin tilvíðun. Nei. Það var bara eitthvað sem sagði mér að við höfum gott að því að kynna okkur þetta. Og mér fannst mjög gaman eins undarlega það hljómar að vinna á geðdeild það fyrir að maður það fólk sem bara á sín versta stað oft. En ég náði einhverju tengingu oft, sko. Ég stóð mig vel í þessu starfi. Já. Og mitt þessi hæfileiki að vera fljótur átt að segja á, sko, eitthvað öðruvís en núna. Það mjög mikilvægt að geðdeild. Bara svona litli hlutir einhver maður sem aldrei hefur gengið frá fötunum sínum eða búið rúmið sitt. Okkur hann alltaf farið að gera þetta. Bara taka eftir einhverju svona. Já. Man alltaf einhverju leynilöka. Já. Trámakrakkar eru bara... Já. Það erfitt að hætta því. Já. Ég veit ekki hvort ég get fengið þetta kerfi til að bara slaka á einhvern veginn, sko. Nei, ég ekki vissum að ég held ekki. Nei, það verður bara að gerast. Ég nenn ekki, ég fann það alveg síðast ári, ég nenn ekki lengur að vera í þessu. Það þarf ekki að breytast. Já. Ég nálgast 60 og bara, já. Og varstu lengi á 33C? Ég vann þar í nokkur ár, svo fór ég á aðra geðdeild eða svona áfangaheimil út í bæ fyrir menn, karlmenn með geðraskanir sem voru svona að læra að reyna ná tökum að einn lífi, læra að elda og hugsa dálítið sig sjálfur. Svo flyttið til Danmörkur og það fyrsta sem ég gerði þar 97. Ég fór bara strax í sjúkraliðanám. Ég vildi halda áfram að vinna á geðdeild. En það var ekki hægt í Danmörku af því að hann svo skrýtnið, þeir vilja að sé bara fagfólk að vinna á geðdeild. Það var skrýtið. Getur ekki bara að labba þær inn á götunni og
fengi vinnu, það var eiginlega bara hort á mig eins og ég er skrítin því ég gerði það fyrst. Gerði það fyrst. Þú þarft að læra eitthvað fyrst, þannig ég fór bara í sjúkraliðanám, kláraði það og fór síðan að vinna móttökugeðdeild í Danmörku sem var líka óbóðslegur skóli. Já, var fólk öðruvísi veikt þar heldur en hér? Nei. Bara sama? Það var bara miklu betra geðheilbrigðiskerfi en við erum vöni hér. Já. Og ekki síst þetta að þarna voru allir fagmenntaðir og miklu minna hjá dönum og miklu minna svona goggunaröð, hierarkí. Læknarnir voru þarna með sýnilegir, hjúkrunarfræðingarnir aldrei að setja sig okkur háan stall. Í Danmörku sjúkraliðin meira hugsaður sem stuðningur við hjúkrunarfræðingin. Já. Og hefur miklu meiri, maður tók miklu meira þátt í vinnunni. Ég var alveg með nokkra sjúklinga og fór með lækninum í viðtöl við þá sjúklinga og fekk aðganga sjúkrasögu og svona. Já. Svo flutti ég til Íslands og fór að vinna sem sjúkraliði og geðdeild hér og komst að því að sjúkraliðar hér eru bara, þeim virðist ekki treyst fyrir neinu. Sko. Nei. Ég mátti ekki einu svona hafa lykil að vinnustaðnum mínum. Nei, ok. Læknarnemarnir voru með lykil, mér var stað alltaf skrítið. Já, það mjög skrítið. Það einkennilegt. Þeir voru greinilega ofar í goggunaröðinni, heldur. Já, þannig að þú kláraði sjúkraliðanám. Já. Og þú ert líka bókmyndafræðingur, eða ekki? Já, sagnfræðingur. Þannig að þú eru alveg mentað þig. Já. Fullt. Já. Og þú hefur flosnað upp úr mentaskólanum. En ég fór bara gammalsaldri í háskólan, sko. Já. Ég var alveg orðin fertugur, ég bara hugsaði mig langar að fá háskólagráðu í einhverju. Já. Af hverju sagnfræði? Manstu það? Hún hafði alltaf heillað mig. Og sögur yfir höfuð. En svo ég sagði á hann, sko, þessi halmstrá og bókmenntir voru stór hluta því og bara sagan með heillandi og ég komst líka því ég hafði þennan hæfileika að geta sagt öðrum frá einhverju sem hafði gerst, þannig að fólki fannst það áhugavert. Já, það er mjög mikill kostur. Já. Og hvenær var það þá þegar þú fer sjálfur inn á geðdeild? Hvað varstu gamall þá? Þá var ég orðinn 41. Já, ok. Já. En varst aldrei búin að fara eitthvað til geðlæknis og aldrei farin að... Jú, alveg. Sálfræðinga og geðlækna, alveg. Já. Mér fannst ég aldrei fá alvöru sögur, sko, hvað er að mér? Ég tók próf og mikið þunglindi og strax í ljós. Ég fekk líka staðfest að ég var frekar háa greind sem ég kom mér mjög á óvart. Ég var vissum að ég var í heimskasti maður í heimi. En niðurrif, náttúrulega. Alltaf, já. En ég held núna að mín greind hafi verið líka kannski ofnótuð dálítið. Alltaf að vinna, sko. Og alltaf að analysera og flokka. Það er þreytandi líka. Ég held sko að það sé bara vísindilega sanna að fólk með þunglindi og kvíða er með mjög háa greind, sko. Það? Já. Ég get alveg trúa því að ef ég hefði ekki gengið í gegnum þetta, að ég væri kannski miklu leiðilegri karakter. Já. Og leiðilegt er fyrir mér og kannski okkur sem upplifað tráma, það hljóma bara vel. Já. Varst þú að upplifa svona spennandi hluti? Ég var bara með mömmu og pappa og systur minni. Já, útilegu. Já, mér ekkert spenn og maður bara ákvaði ég hefði verið til í þetta. Já. Bara leiðilegt, þægilegt fjölskyld. Ekki leiðilegt, það er kannski ekki orðið. En venjulegt bara. Já, venjulegt. Þannig að þú varst 40 og varstu búin að prófa, var búin að setja þig á alls konar þunglindislif og eitthvað. Já. Fannst þér það ekki virka? Ekki mikið. Mér finnst bara eiginlega eitt þunglindislif virka á mig sem heitir Bupropion. Ég elska það lif. Það virkar á norennafrín og dopamín. Já. Þessi serotonin lif hafa aldrei farið vel í mig. Nei. En þetta lif er alveg frábært. Já. Þannig að þú ert búin að prófa mörg. Já, og ég upplýði rosalega kulnun og óbáslegt þunglindi núna í desember, þannig að ég gerði það bara sjálfur og ég breytti, ég náði ekki í geðlæknir minn, þannig að ég ákvað bara að vera með geðlæknir og ég hef svo mikið unnið með þunglindislif að ég vissi að ég gæti aukið 150-300 milligram og hætti að taka þetta lif sem var escitalopram, svona RI-lif sem hefur tilnægingur til að fletja mann aldrei út. Já. En Bupropion er aftur á móti lyf sem gerir maður bara allir brjálaðan. Já, á góðan hátt. Það eru 2 aukaverkanir. Það er mitt tinnitus sem er eyrnasuð. Já.
Það búin að... Ertu með eyrnasuð? Já. Það getur nú gert allavega ekki það eitthvað held ég. Það ekki? Jú, merkilegt nokk ef ég sætt mitt aldrei við það. Það er ekkert annað í boði. Nei. En jú, ég veit ekki hvað þögn er. Nei. Ég heyri alltaf þennan hátíðin í ljóm. Já. Þannig að, já. Það hefur það áhrif, þetta líf áhrif á það? Já, til miður gerir það verra og þráðurinn er styttri. Já. En mér finnst þeim að það eru hreinskilin bara og auðmjögur og ég hef bara sagt til dæmis vinum mínum í hljómsveitum sem ég er að spila með nú er ég á tóldi skrýttum stað, styttri þráður, ég er að gera þetta og þetta og það er bara betra. Það var 2016, þá vaknaði ég við ofboðslegan hávaða. Já. Bara fyrir utan gluggan. Ég held bara að væri sprengingar eða komið stríðið eitthvað. Dauðbrá, ég hefði enga hugmynd hvað að gerast og leit út og þá var 31. desember. Já. Ég bara vissi það ekki. Þetta var bara flugeldar og það einhvern veginn, það rankaði við mér, hvað er ég að gera? Og ég skrifaði bara Facebook status það að ég væri búin að vera svo þunglindur og ég bara vissi ekki einu sinni að gamlaskvöld væri komið. Já. Það vakti smá athygli. Ég fór í allavega 2 útvarpsviðtöl og DVF fékk leyfi til þess að hafa þetta eftir mér og allt í einu var eins og fólk var alveg til að heyra mig tala um þetta. Og ég uppgötaði líka, ég get talað um þetta einhvern veginn og fólk hlustar. Já. Er það ekki bara líka því að fólk er að tengja? Jú. Vistu, hvernig er hægt annað en að vera smá þunglindi þegar maður býr á svona landi? Nei, svona ángríns. Ég er bara stundum bara á mótnana, það er bara svarta myrkur. Já. Og þegar maður vinnur sjálfstætt, þá er bara, mér er mjög erfitt að vakna á mótnana. Já, ég hef alltaf verið þannig líka. Já, bara. Til hvers? Það er fyrsta sem heilum minn spyrir því að vakna. Af hverju ættum við að vera að vakna? Já. Svona elska ég til dæmis franska heimspekingin Albert Camus sem sagði í bók sinni Sisyphos sem er úr grískri mítológíu, hann er sem dæmdur af guðunum til þess að ýta steini upp á topp á fjalli eða hæð en steinin byrjar aftur að rúla niður þannig að hann þarf að labba niður og gera þetta aftur og aftur. Albert Camus sagði við erum daldið Sisyphos, við verðum að ímynda okkur að hann sé hamingjusamur, annars gengur þetta ekki. Nei. Við verðum að ímynda okkur að hann allavega leiðinu upp kannski eða eitthvað, eða þegar ég held nú sérstaklega þennan að labba niður, þá fær hann örgulega smá tíma njóta útsýni sinns og þá þarf hann að fara í þessum steini aftur upp. En Albert Camus sagði aðal heimspekilega spurningin snýst sjálfsmorð. Er lífið þess verið að lifa því? Það á alltaf að vera fyrsta spurningin. Já. Og ef allt er eðlilegt, þá átt að komast að þeirri niðurstöðu, jú, lífið er þess verið að lifa því, en kannski ekki eins og ég er að lifa því núna. Og þá maður farin að, samkvæmt honum, að vera daldið í uppreist gegn lífinu sjálfu. Það er bara góð, maður er alltaf að vera með smá rebel í sér. Já. Hvað eru börnin þín, Þau eru komin yfir 30, Já. Ég hef ekkert mikið talað við þau þessar hluti, neginn. Þau hef ekkert erft neitt. Svona... Nei, þau eru sem blessunulega bara mjög fín. Já. Það er bara... En ertu í sambúð í dag eða? Nei. Nei. Mér finnst það ennþá erfitt. Já. Og ég hef líka vanist í svo mikið, þetta kerfi í mér segir vera einn er öruggast. Já. En það er líka ákveðið power. Ég komst að því, ég elska ferðast einn til dæmis. Það er bara, en sumu fólki finnst það óhugsandi. Já. Ég finnst það langu öruggast. Já. Og hvað, ertu þá ferðast erlendis og bara innanlands og... Já. Kostu einn til Djúpavíkur? Nei, ég kom ég reynda með son minn með mér. Þannig við förum alltaf reglu í ferðir. Já. Já. Og hvað, hótelið, er hann ekki Héðinn Ásbjörnsson? Já, það er bróður minn. Já, ok. Lítið landmaður. Við hittum hann með þegar við komum í Djúpavík. Já, ok, fórum með ykkur eitthvað. Hann vissi hver ég var út á podcastinu, þannig. Já. Ég á alveg gistingu þar vísa, svo. Já. Ég veit eitthvað tíma að koma það. Þú voru að gera það? Ég væri alveg til í það. Það væri Djúpavík frábærstað. Já, þetta er svona old school gisting, sko. Ég var alltaf hræddur í Djúpavík. Nú? Það er Hrafni Gunnlaugsson að kenna. Já, blóðrautt sólarlag. Já. Ég fekk ekki eins og horfa á þessa mynd þegar ég var lítil, sko. Nei. Já, því að
En þetta rosa áhugavert að sjá í dag því að þetta var náttúrulega bara draugabær þegar hann tók þetta upp og einhver geðveiki og fyllir í og eitthvað. En nú það? Já, það var eitthvað svona einhver Það eins og sjáist á myndi, ég hef ekki séð hana lengi, sko. Nei. Þú eiginlega ekki að sjá hana aftur? Nei, hún frekar drungaleg, sko. Já, og þessi staður var einmitt, það var aðalega staðurinn. Já. Það gat einhvern veginn nota staðinn til að vera þáttakandi í myndinni líka. Þetta ímyndaðir að vera lokaðir þarna frá október frá í maí í skammdeginu og snjó og... Nei. Mér finnst það hljóma voðalega. Ég var þú hérna í bænum, sko. Já. Það var ýmislegt... Nei, það var nú ekki mikið í boði, en það var tónlist. Já. Og bókasafnið var þarna. Já. Og það nú myndlist að fólki minni fjölskyldu og svona, list var alveg bara eitthvað svona lífsreipi, sko. Hvað sem var. Mamma vann í Þjóðleikhúsinu, þannig ég komst á allar leiksýningar og nýtti mér það óspart. Ég held að við séum alltaf og þetta að efla áhugan. Já. Ég hef alltaf verið heillaður af því. Ég held að við þurfum alltaf það hjálpar okkur rosalega mikið. Bara heldur í okkur lífinu. Já. Ef við ekki áhuga okkur. Já. En þú ert hefur alltaf verið í hljómsveitum. Já, alveg síðan ég var svona 15 ára. Já. Hvaða hljómsveit byrjaður í? Var það Ham? Nei, það kom... Ég var samt mjög ungur því getið Lissu Ham. 21 árs. Við vorum svo ungir, sko. Já. Nú erum við að vera 60, við erum ennþá að spila saman. Sko. Þið eru ennþá töff, sko. Það er bara, það má bara segjast, sko. Já. Þannig að... Já, nú finn ég alveg svona dróþægild hrós. Já, það er bara að hætta hrósa mér. Okkur okkur ítlaði hrós? Ég veit það ekki. Af því að við hugsum alltaf, hún veit ekki betur. Já, það er eitthvað svona. Það er... En líka, einmitt þetta, sástu hvað ég fljótur að grípa þessa hugsun? Já. Hrós, óþægilegt. Já. Á ég þetta skil. Grípanda strax á hverju þú komin hérna. Já. Hún má alveg hrósa mér, já það alveg skilið. Já, þetta skilið. Bara hérna. Já, þetta er svo mikilvægt. Já. Og það var alveg tímabilið, þú þekkir örugglega að það var bara erfitt að líti í spegilin. Já. Sá bara mannesku sem var ekkert flott. Leið ekki vel. Alltaf undir öllum, alltaf þú veist, verri en allir eða, þú veist. Og þetta er harður heimur og fólk sem hefur upplifað áföll, sko, lendir oft, því miður er annað fólk, ég sem betur fyrir lendaldri en barnanýðingum, en ég oft hugsa, sko, ég var ósjálflega nálægt í, held ég. En ég naut leiðsagnar fólk sem ég byrjaði að treysta, fyrsta fólki sem ég byrjaði að treysta, það voru krakkar á mínum aldri. Já. Mér fannst þau tala sannleikan. Fullorðnir voru algjöri fávitar. Það er ennþá í mig bara ekki treysta fullorðnir. Þau veit ekkert hvað það er. En ég fór að finna krakkar sem höfðu líka, þessi hefur nú ekki átt gott líf og það er eitthvað. Við gisti á vini mínum og mannti að foreldrar hans komu heim á djamminu og hvernig þau töluðu saman var alveg viðbjóðslegt. Það var alkoholismi, sko. Já. Og ég var svo hræddur að þau ætluðu að fara að drepa hvort annað, sko. Ég mani því að vinur minn hann svaf bara áfram. Já. Ég er greinlega búin að venjast því eitthvað. En mitt kerfi bara strax vaknaði. Sko. Já. Ég geri þetta ennþá stundum. Sopna kannski klukkan 10, klukkan 4 bara láðu vakna. Já. Tekur við það? Já. Er það? Já. Ég held að þetta sé traumatengt. Já, ég held að líka. Þetta er svona, en ég nægilt að sopna aftur, sko. Já, það er ekki alltaf hjá mér, sko. Nei. Það er alveg glata, sko. Ef maður sefur ekki, þá fyrir náttúrulega bara allt á hliðina hjá mér, sko. Það er bara þannig, þú veist, ég er bara, og þú veist, ég þarf bara minn svefn, annars bara er ég, bara ekki skemmtilega, sko. Nei. Erfitt að vera í kringum mig. Þannig að, og hvað, þegar þú fórst inn á geðdeild? Já, það er 2009. Já, hvernig fannst þið það? Hvernig, þú veist, svolítið niðurlægjandi. Já. Ég bjóð það á Húsavík og vinur minn kom til mín og ég sagði hann bara, ég var búin að tala við lækni, ég var með rosalega sjálfsmórshugsanir og var farin að með dúkanni og bara farin að skera mig. Já. Þannig að vinur minn kom bara og sá bara ég eitthvað, ég er nú búin að skera mig og hann bara, Já. Og læknirinn var búin að ringja, læknirinn á Húsavík var búin að ringja inn á Akureyri og sagði þeir vilja endilega fá þig, sko. En það var ég hreinlega í sjálfsmórshættu. Ég veit það alveg. En ég kom þangað og þá er ekkur mótþrói. Mér finnst þetta eitthvað
neyðarlegt að leggjast inn á geðdeild og ykkur uppgjöf og svona, en stundum á maður bara að gefast upp sko. Já. Þannig ég fór aftur heim í Húsavík og svona sólarhring síðar og hringdi ég aftur í vin minn og sagði ég geti þetta ekki, ég verða bara og þá labbaði þetta inn og eins og talaður A-samtökin og labbaði þetta inn og ég tek öllum leiðbeiningum. Þannig að það ég var hérna alveg örugglega í 3 vikur á Akureyri. Já. Ég var vanur því minni vinnu á geðdeild að það þyrfti alltaf að vera lokað, svo fólk myndi ekki reyna að komast út. Ég mátti fyrir út og inn eins og ég vildi, sko. Ég vildi ekki fara út. Nei. Ég var bara í fósturstellingu upp í rúmi, bara ekkasog og það var eitthvað sem hefði alveg gefið sig. Já. Og mér var eiginlega ítt út, mann ég, eftir að hafa verið hérna í 2 vikur, sko. Bara já, nú ferðu bara út og gerðu eitthvað. Ferðu í listigarðin, ferðu í bíó, svona. Já, verður að fara út. Já. Já. Og ég man þegar ég fór á Harry Potter myndan og ég með leið svo hræðilega illa. Þannig að ljósin slöknuðu, þá var svona alveg rosalega vel í þann. Þannig að það var alveg byrjunin á þessu, ég man líka, það voru 2 geðlæknar þarna sem ég var komin að út á þunglindin, þeir fóru strax að tala um áfengi og ég var að misnota líka róandi, varðandi lyf og svona. Þessu, þú verður að hætta þessu. Þú nærði aldrei neinum tökum á þunglindinu og hættir þess ekki. Og ég hætti þessu og þetta var alveg rétt. Það er alveg nauðsynlegt. Maður á að tækla raunveruleikann edrú. Það finnst mér. Já. Það er erfitt. Já. En þannig á að gera það. Já, ég held að það virki ekkit öðru í þessu, sko. Já. Ef þú ætlar að fara að takast á við eitthvað að þú sért lyfjaður, það er bara... Já, það er bara... Þú veist, þá er ég að tala um svona róandi lyf og eitthvað. Ég hef alltaf tengt rosalega við fyrri heimsstyrjöldina. Já. Það var undarlega. Já. Og ég er búin að komast að því hvað það er. Mér hefur alltaf æði lifið aldrei eins og þessum mönnum hann, núna í ykkur skotgröf, það er ykkur ægilegur óvinnur hann, 100 metri í burtu, sem þú veist að er bara líklegur til að drepa þig. En þú þarft einhvern veginn að fara einhvern tímann að hlaupa á mótunum og bara þessi myndir af hermönnum sem ég sá þarna og ég tengdi alveg við þetta lúk, þeir voru alveg búnir. Enga tilfinningar í andlitinu og eyðilaðir fyrir lífstíð. Og mér líður alltaf eins og ég hafi bara verið á vígstöðunum sem ég var 8 ára gamall. Já. Og að vissu leyti má alveg færa rauk fyrir því, að því að þetta survival mode hættir aldrei. Nei. Það er ekki eðlilegt. Nei. Það er... Og finnst þér þú hafa, þegar þú fórst þarna, byrjar þá eitthvað í þessu, að vinna í þessu tráma á Akureyri? Nei. Það var ekkit... Það bara meira... Ekkert mikið talað um það. Nei. Og ég var búin að vera edrú dálítið lengi þegar ég vinnum minn sem var líka búin að vera edrú með lengi sem benti mér á þerapista fíkniráðgjafa sem hann var búin að fara til og bara mælti eindriði með því. Ég fór til hennar og við náðum mjög góðu sambandi og ég er hjá henni ennþá, sko. Og það er voðalega gott að hafa líka manneskju sem þekkir alltaf eigin raun. Já. Alkoholisma, tráma, hvað sem er. En hún var nú mjög fljót þegar ég fór að segja henni mína sögu. Ég maður bara í fyrsta tíman sagði að þetta er rosalega áfallasaga. Þetta er bara mjög alvarlegt. Já. Og ég, mér viðbröðu voru bara, já, og svo hvað. Ég með þunglind, ég losnaði það. Já. Getur þú tekið það frá mér? Já, og svo kom alveg nokkur ár þar sem ég var að kíkja til hennar reglulega og segja bara, mér líður ekki vel. Það er alltaf þessi grámi yfir mér og kemur alltaf þetta þunglindi, mér finnst lífið tilgangslaust. Ég er svo þreyttur á þessu. En á síðast ári, það var alltaf þessi kulnun sem einhvern veginn fekk mig til að, þá var mér bara sagt bara sestu bara leysibóiðin þinn og horfðu bara sjónvarpið, reynda að gera ekki neitt, ekki gera podcast, gera sem minnst. Og ég var líka svo meiri, ég gat ekki lengur hortela og horrormyndir sérstaklega var verið að koma illa fram við annað fólk. Ég var ennþá erfitt með það. Já. Þannig að í þessari kulnun þá brast eitthvað. Þessar gömlu tilfinningar. Ef þetta er svona eins og þessi járnstálkassi sem ég er að segja bróður minn hefði örugglega verið með og sett alltaf tilfinningar sinni í, það bara opnaðist hann. Já. Alltaf þessar tilfinningar kom út bara og sérstaklega reiðin. En ég var svo hissa sko
sálfræðingum minn að þerapistur minn sagði að þessi reiði ekkert slæm, hún eðlileg, þetta mjög algengt. Það byrjaði að opna tráma, það kemur út alveg óbúslega reiði. Akkur kom það fyrir mig, akkur gerði ekki eitthvað. Þannig að nú ég alveg bara ótrúlega meir eitthvað á berskjaldaður, en ég að reyna að venja mig bara á það að vera það. Já. Tala með svo hluti alveg óhikað og svona. Já. Og það var eitt að ég spurði hérna áður en við byrjum, sko, þegar þú byrjaði með þetta podcast, þá ætlaðir þú að fara í eitthvað annað. Er það ekki? Eða þú veist, ég var bara að finna eitthvað, sko. Að finna eitthvað. Og ég ætlaði bara að fara í podcast þar sem ég ætlaði að tala bara seinni heimsstyrjöldinni eða eitthvað, sakfræði tengt og eitthvað svona. En ég kunni ekkert að vera með podcast, þannig ég talaði við Baldur vin minn, Baldur Ragnarsson, Skálmöld og Ljótu Hallutunum. Við erum búin að vera með podcastið Drauga fortíðar síðan 2020, nánast bara ekki með neinu hléi. Og það podcast fer líka úr því að hann með ADHD og ég með þetta voðalega þunglindi og við höfum alltaf talað mjög opinskátt það hvernig við erum og ég hef aldrei gert grín að hvorum öðrum. Já. Grín alveg rosalegt vopn. Já. Húmor alveg að því ég var nú að minnast á Albert Camus, heimspekingu, ég var ósalega snemma hrifin af fáránleikanum. Já. Ég elska fáránleika. Og geta séð fyndnu hliðindar á því og þannig að mér finnst það vera allt í kringum okkur. Já, ég alveg sammála. Já. Ég held að það sé alltaf hægt að finna eitthvað fyndið við allt, sko. Já, það mikilvægt. Það náttúrulega bara vörð líka. Það hefur bjargað mér í gegnum alls konar. Ég fekk, sko, heilablaðingu fyrir 4 árum. Fékkstu það? Já, og það bara, ég þurfti að fara í 3 sinnum í aðgerð og ég var bara... Þú veist heila blóðfall? Já, og svo þá byrjaði ég að mála svolítið á spítalunum, ég var bara með vatnsliti. Það hefur gert það eitthvað áður? Já, aðeins, en þarna fór ég bara all in. Ég gat ekki legið þarna allan daginn bara og ímynda mér dauðan minn og eitthvað. Þannig að ég fór að mála og svo var ég farin að vera alltaf að grínast. Ég var alveg, að því að tala þegar þú ert að fá heilablóðfall þá finnur þú lykt af ristuðu brauði, ég fann það ekki. En það var alltaf verið... Það var algengt? Já, og það kemur einhver svona brunalikt eitthvað og ég var alltaf með þetta. Er verið að rista brauð eða ég að fá annað heilablóðfall og fólki bara á spítalunum var bara, já, þetta ég verð að geta að leiða þessu, sko, þú veist. Og þurfa að vera með einhvern þvæglegg og ég var í gjörgæslu og það kom einhvern stálbakka sem ég átti að gera þarfum mínir í. Ég verð bara að geta að leiða þessu, þú veist. Ég hef aldrei upplegað þetta. Þetta finnst mér alveg svakalegt. Já, þetta ákveðið líka tráma, sko. En þú segir frá þessu einmitt aldrei svona, já, þetta gerist nú bara já. Hvað þú sérst að segja frá því að ég fór á hana stað þarna og dansaði aðeins í smá tíma og svo fór ég bara heim. Nei, málið líka að ég, Fyrir ekki, en ég upplýði þetta líka þegar ég að segja fólki frá mínu, sko. Já. Ég tala svona, fólki finnst ég tala svona undarlega afslappað þetta stund. Já. Ég upplýði það núna þegar þú ert að tala. Já, þetta alls, þú veist, og þetta var enga megin auðvelt og þetta erfiðasti tími í lífsmín, sko, en ég þurfti að finna eitthvað fyndið á þetta, þú veist, það var svona spegill sem að svona við rúmið sem að hallaði svona, þannig að maður gæti alltaf séð sig í rúminu. Hvernig fæstir það? Ég var bara ég var líka bara, þetta eitt að fyndnast, ég hef aldrei litið verð út. Ég með sko svona stort ör á hausnum og þú veist, hver helduru að vilja sjá sig bara alltaf í rúminu? Ég skil það ekki alveg. Nei, ég var bara, þetta örugglega fyrir þá sem er fast í rúminu, þeir sjá sig ekkert nema þarna, ég veit það ekki, en mér fannst þetta einmitt frekar skondið dæmi, sko. Spegillinn er rosalegt tól. Mér fannst ekki auðvelt að horfa fyrst, sko, á hana mann þarna sem mér fannst vera, 41 ára og sko með enga menntun, svörtum lista, ekki engin lán eða ég alveg búin að keyra mig einhvern veginn í þrótt, þannig að horfa á hann manni í speglinu og þurfa að fara að segja að þú ert nú ágætur. En þetta mikilvægt. Já, það er það. Maður heyrir oft terapist að tala það að þetta vinna hverjum degi, sko, að bústa dálítið sitt sjálfsálit, sjálfsöryggi, gerist ekki bara sjálfkrafa. Nei. Og það alveg fáránlegt að horfa á sjálfan sig í spegli bara þú ert með þetta,
Já, það er það. Það virkar. Já, það virkar. Það kemur alltaf einhver rödd sem segir hérna voðalega, ertu góð með því maður. Já, einmitt. Þú vera betur en einhver annar. Þessi rödd, sko. Hvað heldur þú sért? Einmitt, hvað heldur ég tengi það við þetta. En að tónlistin hlýtur að hafa hjálpað mjög mikið. Já, ég hjálpað, bara bjargaði lífið mínum. Já, þú veist að því mist ég vissi það bara, ég var bara 10 ára eitthvað, ég fatt að ég verð að fá svona vopn eins og þetta fólk er með. Gítar eða bassa. Bara að vera með eitthvað svona tól, búa til hljóð. Það ég var, og mamma mín gaf mér bassa þegar ég var 15 ára. Já. Hún studdi þetta alltaf. Já. En það held ég að hún hefði sko, hennar líf var voðalega mikið með því að bara alveg börn og vera húsmóðir en það fætt 22. En í henni var rosalega listakona sem fekk aldrei alveg að njóta sín. Nei. Það er nefnilega svo mikið, sko, ég hef aldrei vitað neitt sem er heilandi eins og bara að skapa eitthvað, sko. Einmitt. Það er bara, just, eins og að mála. Ég málaði, sko, ég satt alla daga inn á herbyggi og málaði, þú veist, myndir bara alveg aðra, þú veist, ég málaði mynd að heila, mér fannst það skemmtlegt. Já. Í svona regnbogalitum, þú veist, það var bara svona heili bara, og að því þetta var heila blóðfall, það fannst mér ég vera eitthvað neina, þú veist, gera eitthvað, þetta er bara einhvern veginn, það hjálpaði mér, bara bjargaði mér, sko. Það slur að liggja þarna. Alveg saman með tónlistina hjá mér, sko. Já. En ég kem úr töluverðir myndlistar fjölskyldu, en á síðasta ári var ég að hugsa, ég langar að finna mér eitthvað nýtt áhugamál. Ég var alvarlega að spá í málarilist, en ég valdi mér annað. Já. Ég fór á köfunarnámskeið. Já. Það var svo, eitthvað svo óbúslega ögrun, því að ég er alltaf hræddur við kalt vatn. Já, eðlilega. Ég er næstu dauður í köldu vatni og bara kuldi þá kemur mitt kerfi bara strax hættulegt, kuldi. Ég klæði mig miklu betur en allir aðrir Íslendingar á veturna, sko. Alltaf í föðurlandinu, bara ég þoli ekki að finna kulda. Og þarna var þetta aldrei skrítið að vera komin, sko, í silfru og kleifar vatn, sko. Já. Og bara ískalt, en það er eitthvað, ég fann það fljótlega okkur, ég tók rétt ákvörðun, því að það að kafa er rosalega núvitund. Já. Þú ert bara einhvern veginn einn með vatninu þarna og félagum þínum getur ekki talað við þá. Þögninni bara. Já, og heyrir bara þetta. Já. Og loftbólurinn þeir eru róandi, en nú leiðir maður ósalega vakandi. Já. Þannig að maður verður að gera það, sko, verður að fylgjast með það. Og férst ekkert svona innilokunarkennt, þú veist, þegar þú fyrir djúpt? Betur ekki, nei. Ég hef ekki mikið upplifað hana. Nei. Betur fyrir. Nei, einmannaleikin var minn helsti óvinur þegar ég var krakki, sko. Samt, alltaf einn. Já, og samt kýst að búa einn líka í dag. Já, mér tókst að vopnvæða einmannaleikan mér í hag. Já. Þar er ég örgastur. Já. En ég hef tendens til að loka mig allt og mikið af. Já. Af því að það er bara örugt. Það er bara þægilegt, já. Það þarf ekki að vera eitthvað. En finnst þér út þegar þú ert að eiga erfiða daga og svona, þú veist, ferðu þá í svona, ef þú þarft að fara að hitta fólk, finnur þú sérst að fara í eitthvað hlutverk, þú veist? Jú, það er mjög, ég forðast það núna. En svo þess talaði með hreinskilinu og auðmýkt, sko, því ég var lendi í þessari kulnun, þá hætti ég með hlaðvarpið, en það var búið að skipuleggja tónleika, bæði var ég að taka þátt í svona Black Sabbath heiðrun, og svo var ég að spila með Ham líka allavega mikið. Og ég vissi náttúrulega að það er æðislegt því ég komin upp á svið, einhvern veginn. Þar er ekki einmannaleikin eða kvíðin eða þunglindi með mér. Nei. Það er bara eins og ég sé bara komin í eitthvað svona umhverfi sem bara líður óbáslega vel í. Ég myndi eiginlega helst vilja bara spila tónleikum hvert einasta kvöld, sko. Já. Ég geti það alveg. Já. En til dæmis þannig að Ham og Apparat Organ Quartet sem er önnur hljómsveit, við ákvaðum að búa til eitt band úr hljómsveitunum okkar, þannig að við spilum með í lögunum þeirra og þeir spila með í lögunum okkar og við heldum tónleik í Hörpu á síðast ári sem var uppselt. Já. Meira þess að Jónas Sen af öllum mönnum gaf okkur 5 stjörnur. Já, vá. Já. Og það er mikið rós, sko. Já, það var alveg frábært, en þetta var allt krefjandi, sko. Síðasta ári var rosalega krefjandi, en leið opnuðust ósvalega mikið
augum mín fyrir mörgu. Já. En til dæmis þarna í Bæjarbíu og þá fekk ég svona meltdown sem ég fæ heila aldrei og ég öskara bara eftir og hendi gítarnum mínum í gólfið, svo það kostaði 60.000 að laga. Þess að byggja gítarinn afsökunar. Já. Skammast mér mjög mikið. Já, var það svona... fyrir tónleika? Já. Það bara mér hafst eitthvað ganga á afturfótunum og soundið lélegt og það bara miklu minni. Ég var búin að taka með brynjuna, ég neyddist til þess, það engin brynja lengur og ég bara sagði þeim það líka. Að nú ég á þessum stað og ég bara miklu styttri þráður og þannig að það kom þeim mikið óvart þegar ég loksins trilltist þarna og sagði bara ég get þetta ekki og labbaði bara út og labbaði hringi í kringum húsi og þurfti síðan að setjast niður sko. Hvernig hafa þeir tekið? Ef fólk veit að því á hvað stað þú ert, þá þetta ekkert eins mikið mál. Nei. Og eins og þú sagðir hérna í byrjun, talaðir eitthvað um það, ég segi það bara að af hverju þetta svo mikið tabú? Alkoholismi, geðrænir sjúkdómar, þunglindi. Allar fjölskyldur í Íslandi þekkja þetta á einn eða annan hátt. Það annarkvort einhver í fjölskyldu, einhver sem tengist. Það vita allir hvað þetta en það svona... Má tala um þetta. Því mér finnst líka sko að það er oft talað um fólk sem geðveikt. Og mér finnst það svona ef þú ert á geðlyfjum það getur stuðað með stundum það orð. Þú veist, ef þú ert á geðlyfjum að þá setur geðveikur. Þú veist, þetta ekki það sama. Nei. Þú veist, það ekki eins og sért bara eitthvað svona fróðufellandi geðsjúklingur þó að þú sért á þunglyndislyfjum. Nei. Og það annað hver maður á einhverjum þunglyndislyfjum sem ég þekki, það kannski bara kringum mig, en þú veist, og mér finnst svona þegar fólk veita þá mér alveg sama þó einhver sé að taka þunglyndislyf, skilur. En það eru sumir sem eru bara eitthvað, það má enginn vita þessu og þetta er svo mikið tabú. Það sem ég ætla að segja podcast, að stundum þessu podcast bara, þetta átti bara að sögu podcast, en svo fyrir við að tala þessa hluti og það vekur rosalega athygli. Það alltaf bara komin einhver maður sem bara talar mér líður ekkert vel og ég bara, nei, ég rosalega þunglyndur. Nei, ég er ekkert það mikið samar. Og það eitt virðist bara finnst sumu fólki bara þægilegt að heyra. Það kom út bók á síðasta ári sem heitir Heimsins besti dagur helviti, heitir hún það ekki, eftir Lilju Ósk Snorradóttur, sem fekk einmitt ekki heila blóðfall en heila hristing, mjög slæman. Og fer úr því að vera ofsalega fungerandi manneskja og framkvæmdastjóri í fyrirtæki og er að taka á móti erlendum gestum og sjá það kvikmyndafyrirtæki. Og hún er alltaf bara alveg orðin nánast invalid, eða getur ekkert. Og ég var svo stoltur af því að hún skildi senda mér skilabóð, má ég minnast þig á því í þessari bók. Því að hún segir það í bókinni, ég skil ekki hvernig þetta en hann hlusta á hvern mann sem að segja bara mér líður ekkert vel. Og það er bara þannig, en er samt að gera eitthvað. Það er gefandi. Það er það. Ég tengi gífurlega það. Þetta er náttúrulega bara mjög gefandi að tala við þig núna. Og tengist líka því að fyrsta fólki sem gæti eitthvað talað við erfiða hluti voru aðri krakkar. Ég vissi það ekki þegar ég var 8-9 ára, það voru hundruður krakkar, að minnsta kosti nokkru tugir, sem voru í nákvæmlega sama pakka og ég. Það óskaði það að við höfum kannski verið færið öll saman og geta það, nei, það er nú óskikki. Það var fyrsta fólki sem ég fór að treysta. Og þegar ég var búin að mamma gefið mér hennar bassagítar, ég var búin að glamra eitthvað á gítar og ég verð fljótt fyrir eitthvað góður. Og þá fer ég að upplifa rosalega undan hluti. Þá alltaf bara kemur fólk af mér sem ég þekki ekki neitt, segir, djúvill ertu góður. Þetta er geggjað, djúvill ertu flottur. Þetta var hræðilegt. Hvað er að þessu fólki? Þetta er ekkert merkilegt. Þetta er bara, þú getur þetta líka. En þetta var svona fyrsta skipti í tónlistin, þá er ég að fá validation, hvað er það? Viðurkenningu. Já, viðurkenningu. Fyrir eitthvað sem ég sjálfur er búin að læra og gera. Ykkur hæfileiki. Þannig að tónlistin var alveg og er það ennþá. En það er alltaf þessi rödd sem er alveg, þú veist, þegar fólk hrósa mér fyrir þættina eða eitthvað góðu þáttur og þá er ég alveg
þetta náttúrulega ekkert mál, við erum bara að tala saman, skilur, þú veist. En það einhvern veginn, ég bara svona, já, takk. Þú veist, maður alveg að æfa sig í því að segja bara takk, þú veist. Og svo ég líka að æfa mig í því að vera ekki bara, þú veist ekki betur, þú veist, þetta ekkert mál, þú getur alveg gert. Taka þetta hrós og bara. Já, þetta bara geðið næs. Það er þetta á gólfinu. Já. Undir þessu tekki. Ég tengi vel við það. En ég tók einmitt eftir í þáttunum, sko, þegar ég hlusta á ykkur að þú veist, að ég veit ekki af hverju, en það lét mig alltaf fara að brosa þegar þú talar þunglyndið þitt, þú veist, og ég veit ekki af hverju, af því að þú veist, ég tengi við þig, þú veist, af því ég var alveg upplifað sjálf að vera þunglynd og svona, en að bara þú talar þetta einhvern veginn svona á þann hátt að það einhvern veginn nærir eitthvað innra með manni, ég veit ekki hvað það er eitthvað svona, og mér finnst það fyndið, en á sama tíma þetta er rosa hrós. Já, þetta er bara fyndið, auðvitað er það sorglegt að einhver sé að glíma við þunglyndi, en þegar maður heyrir einhver getur tala svona það, bara svona matter of fact bara, að þá er það einhvern veginn svona bara heilandi, sko. Já, það er það. Og þú veist, ég er alveg vissum að þú veist, það eru margir sem eru sama sinni sem þú veist að heyra þeir tala þetta og það er þetta bara svona einmitt, hann er að gera eitthvað, hann er að fara í gegnum þetta, skilur við. Þú er vantarlega heyrt Gabor Mate. Nei. Er það ekki? Hvað er það? Ákvátt mikið eftir. Já, er það eitthvað heimspekilegt? Hann er eiginlega svona í þessari trámavinnu sviði. Takk að mér leður. Já. Skrjávar ekki líka í hann. Það er svona eitthvað leðurhljóð. Já, hann er svona rockstjarnand aldrei í þessu og bara fyrst ég fór að hlusta á hann, tala með þessar rólegur rödd sinni og hann veit bara allt tráma. Já. Það er ótrúlegt að heyra mitt mann sem bæði þekki tráma og þekkir það svona faglega líka. Ég hefði eiginlega aldrei pælt í tráma fyrir hann á síðasta ári. Nei. Hann er 57 ára gamall. Pælti því. Búin að lenda í þínu. Já. Ég byrjaði strax að rífa mig niður. Akkur ekki að gera þetta að þú 33 ára. Þú fattar þetta ekki þá. Já. Þetta er allt og seint. Já. En hvað sagði hann heiti? Ég hélt út bara svona lengi. Já. Gabor Mate. Ok. Bara Gabor Mate. Hann er Kanadamaður, hann er nú af pólskum eða ungverskum ættum, gyðingur. Já. En ég mæli bara eindrið með því að ef fólk vil kynna sér áföll bara fara á YouTube og sjá okkur viðtöl Gabor Mate. Já. Hann hefur líka þennan hæfileika að geta talað þetta á svo bara eins og barn gæti skilið það. Bara svona eðlilega máli og ekkert ofræðilegt. Nei, og það ég man ekki hvað hún heitir, en hún er með podcast líka þar sem hún er að tala alltaf tráma og hún var að segja honum frá því að þegar hún var 11 ára gömul, þetta er alltaf vond saga, má ég segja hana? Já, já. En það þetta er allt. Fullorðins. Já, þetta er fullorðins, akkurat, mjög gott nafn. En þegar hún er 11-12 ára, þá er hún í einhverju tjaldferðalagi og hún vaknar bara við það að það er eldri strákur bara komin ofan á henni, eða bara nauðgunni. Já. Og Gabor spyr hana hvernig leiðir þá. Og hún sagði, ég var náttúrulega bara óbúslega ringluð og hrædd. Og hvað gerður þú eftir? Ekki neitt. Af hverju gerður það ekki? Ég þorði ekki að segja nefnum frá þessu að ég held að það myndi ekkit bæta neitt. Nei. Það er trámað, sagði. Já. Þar byrjar það. Já. Þegar byrjar ég átti þetta líklega skilið. Já. Ég er ekki þess virði og treyst ekki móður sinni eða föður til að segja frá þess. Það er ég tengiði það. Já. Ég gat ekki talað við neitt. Nei. Ég hefði þurft á því að halda. Já. Og það er einhvern veginn þetta er alveg svolítið magna. Því að ég held að sé alveg, þú veist, það eru svo margar konur og menn sem mitt lenda í einhverju svona. Já. Og tala aldrei það. Það er einhver svo mikið skömm. Ég hugsa oft hvað er þetta stór hluti af konum og köllum sem koma fram og segja að mér hefur varð nauðgað. Er það bara toppurinn í ísækan? Já, ég held það. Það hugsa ég stundum. Ég held það, sko. Og það er bara, og ég held að því miður þá eru strákar ofta verða fyrir því að vera misnotaðir, þú veist, af kallmönnum, sko, þú veist.
og þetta ekkert bara, við erum ekkert bara að tala konum sem nauðga heldur þetta bara börn líka, strákar mjög oft. Ég lent alveg í nýðingum sko, ég sem betur fyrir slapp frá þeim sko, en hann segir það líka, Gabor Maté sko, að það var þessari stúlku sem nauðga, það var eitthvað að fyrir sko. Hún var ekki með eðlilegt sambandi foreldra sína, hún treysti þeim ekki. Nei. Og hann talaði það að svona þeir sem alltaf brjóta á öðrum eru stundum með óhugnanlegan hæfileika til að sjá hverjir eru brotnir, rétta fórnarlambið. Það var svo barnanýðingar sem bara sjá, ok, þessi fjölskylda er of heilsteypt, þessi krakki er ekki fórnarlamb, svo finna þeir eitt sem bara, þennan geti tekið. Það er ógeðslegt, en svona er þetta. Já, og svo eru líka börn sem verða oft fyrir þessu, af mismunandi aðilum. Já. Það hefur mér alltaf finnst rosalega skrítið. Hvernig lásir það bara að þú að hann, einn stelpa sem ég veit hún var misnútað af afa sínum og svo var hún misnútað af einhverjum frænda, og svo bara einhverjum manni setna meir, skilur maður bara svona hvernig, og svo komast margar konur í gennum lífi að þess að þetta gerist einu sinni, sko, þetta er örugglega svona, það er bara ratariðin, barnaperra ratarinn þeirra er bara Mjöður. Já, þetta er úkislegt. Fucking barnanýðingar, mér finnst það ekki að já, ég ætla ekki að segja. Reiði. Já. Hann kom reiði. Já, ég var ekki sem betur fyrr, lendi ekki inn svona, en ég þekki of marga. Og þetta er bara, þetta er rústar fólki, sko. Getur gert það. En, alveg. Ég hef einmitt hugsað það, ég man eftir því á sínum tíma, ég var svona 11-12 ára, byrjar að drekka og reykja og hlusta punk og svona, var að herða mig alltaf. Já. En að verða grimmari. Já. Þá prófaði ég það að vera bulli, sko. Já. Ég lagði aðri einelti og var farin að, ekki beint ráðast á en svona löðrunga, ég ætla kýla, það er þetta að segja frá þessu. Já. Fyrir aðra að krakka. Það er, ég held nefnilega sko, þessir bullies, þeim líður yfirleitt ekkert vel heldur. Sko. Nei, alls ekki. Sko. Og ég held að ég hef svona stundum hugsað að var ég hættu að verða eitthvað sósíopati? Sko. Nei. Nei? Líklega, en ég veit ekki hvað veldur því, líklega út af því ég hafði samt eitthvað stöðning. Hálfsystkini mínu voru þarna og vinir komu líka. Þannig að en ég man eftir að sko ég geti ímyndað mér að fólk sem verði fyrir svona óbúslum áföllum sem börn að það hrynji allt einhvern veginn og bara hjá mér allavega var ég farin að hugsa sko alheimurinn hún er alveg saman okkur bara eitthvað kaldur geimur lífið reynir alltaf að brjóta þig niður og fullorðna fólki er ekki treystandi. Þannig var ég að hafa bara orðið niður njörfað í mitt kerfið þegar ég var 8-9 ára gamall. Já. Ég held að, sko, ég held að ef þú ert sósíopati að þá sért aldrei þunglindur. Ég held að þú sért alltaf ánægð með þig og þitt og þú ert bara maðurinn, skilur, og allt sem þú gerir á rétt á sér, einhvern veginn, í staðan fyrir að vera alltaf með getur ekki hort á þig í spegli og sagt bara, já, ég bara lít vel út í dag á þess að vera bara eitthvað róa sig á egoinu, skilur ég held að narsisistar og svoleiðslið sé bara ekki þunglind, sko. Einhver hluta þessu kannski meðfætur, en það er hægt að eyðileggja börn. Alveg. Þannig að þau bara ná sér ekki. Og verða fullorðið fólk og ná sér aldrei. Já, ég held að börn í dag séu svona, ég er svo fegin, sko, að yngsta barnið hjá mér sé 18 og við erum komin yfir svona ég hugsa til þess með hryllingi, sko, bara fólk sem er með börn sem er að byrja á gelgjunni núna, ég er bara af því að það er bara stanslaust áreiti. Já. Maður stætti þegar maður var lítill og maður fór heim og það var bara heimasími og það var ekkert internet. Nei. Maður fór bara upp í rúm og las bók og svo bara Akkurat. Og svo í dag er þetta bara, stanslust og það er allir með bara alla vini sína á einhverjum svona 360 gráðu, þú veist hvar allir eru. Já. Akkur eru þau saman heima á þessum, akkur er ég ekki búin, akkur er ég bara heima, ég er að missa einhverju. Já. Ég held að við erum að búa til svo,
þetta rosa erfitt að berast á móti þessu sem foreldri. Ég þakkláttur fyrir að hafa alveg upp þegar var ekki internet og ekki snjallsímar sko. Eineltið hætti þegar ég var komin heim. Já. Þá tók nú við reyndar sko, veit ekkert hvernig ástandi mamma væri. Nei. En allavega þetta einelti. En það elti krakkana í dag. Já. Bara inn í síman og Já. Þannig að ég finn ægilega til með oft ungu fólk í dag sem er að glíma við eitthvað. Þetta er miklu erfiðara. Já, og svo eru við fullorðna fólki. Það er meiri boðið kannski sko hjálp. Já. En leið áreiti orðið svo svakalega. Já, samt ekki. Er það ekki? Mér finnst það ekki, þú veist, eins og bara búið vera núna verið að ræða upp á síkastið, þú veist, að börn eru að eiga rosa erfitt. Úlingar eru þunglindir og eru að taka sitt í líf og þú veist, eitthvað svona og dópa sig bara til dauða. Já. Og það þarf enginn að segja mér að þú veist, þessi börn, þeim líður illa í sálinni, þú veist, út af einhverju, þú veist, og það ég held að sé bæði það að þetta allar þessir áhrifavaldar sem við líti út fyrir eru fullkomnir og eru kannski 8 tíma ná fullkomnu myndinni, skilur þú veist, og svo bara allt þetta áreiti, þú veist, það allir að gera eitthvað nema ég, þú veist, og þú veist, ég sé krakka bara labba, þeir eru bara svona eins og sé að labba eftir GPS einhvern veginn, bara alltaf. Þau bara með síman labbandi, þau bara hafa rosa hæfileika til að labba ekki áneitt og vera í símanum, skilur við. Bara, og svo erum við fullorðna fólki sumt ekkert skára, sko. Nei, nú gervigreindin komin, sko. Hún á bara eftir að auka á ákveðin vandræði, held ég. Já. Og frábært tól, sko. Já. Ég nota hana heilmikið, en... Er það samt? Er þetta frábært? Ég veit það ekki. Ég frekar svona... jákvæður, það kemur að gervigreind, ég heyri það. Já. En hún skeri. Ég held að segja alveg óbástlega mikil breyting og bylting. En hún þetta get ekki treyst neinu lengur sem hún sérð. Eitthvað vídeo, þetta kannski bara... Það óþolandi. Já, hvernig verða krakkar í framtíðinu, sko? Verða þau með þetta superpower þau bara enga stund að sjá fake, mögulega rétt. Já, þú veist. En við eldra fólki eru alveg bara... Ég alltaf stundum að deila ykkur og svo segir ykkur þetta AI og ég hundskammast mín. Já, eins og þegar ég sá svo mikið að vera busta hrúðukalla af Já, kvölunum. Já, ég alveg, svo var ég bara, nei, þú veist, það bara svo margt og þau eru alltaf að vera betri og betri. Fyrst var maður bara, þetta ofullkomið og svo bara, fattaði maður þetta væri gervigreind. Núna ég stundum efins. Ertu með snjallúr? Já, sem ég kann ekki þá. Nei. Jú, mitt orða. Það vissin. Sendi skilabóð. Ertu með hægri og vinstri? Já, ég bara... Já, það átt erfitt með að vita hvað. Heilin á okkur ekki gerðið til þess að muna þetta. Er það? Ég las það einhvers staðar. Ég þarf alltaf að hugsa, ég heilsa með hægri. Já. Og ég skrifa með hægri. Já. Þetta er mjög eðlilegt. Ertu með vinstri hinum minn? Já. Gekja. Jóhann Jóhannsson tónskáld, vinnur okkar í Ham og apparat. Það er aldrei sérstað þegar við erum að æfa og það er alltaf þessi tilfinning, sko, vantar ekki einhvern. Er allir komnir. Ég segi alltaf í gríni, það er bara Jói sem er að fylgjast með. Hann kunni ekki muninn á hægri og vinstri. Það er bara versta bílferð sem ég farið í með honum. Þegar hann þurfti að fara út ákveðin stað og kaupa ykkur ákveðina snúru. Já. Og ég var í aftursætinu og Ívar vinnur okkar að fara að keyra í París. Já. Og ég var komin með bara mígrænkast þarna því að Jói sagði alltaf þarna, það beigði þarna. Nei, ekki hér. Segðu hægri vinstri, hann gæti það ekki. Nei, þetta er bara hægri. Kannski eitthvað til í þessu í höfðir. Hefur keyrt einhvern mann í Englandi? Nei, ég veit ekki hvort ég myndi þóla því. Nei, ég fór í strætó og mér fannst alltaf eins og við værum að fara að keyra út af þegar við fórum í hringtorg. Við fórum vitlega sem megin í hringtorgi, sko. En talandi það, þá segir, það er ekki gott. Nei. En þá segir fólk hérna samt, sko, sem hefur keyrt í Bretlandi þetta venst fljótt. Já. Ég held að við megum kannski ekki glemma því við erum með rosal líffæri hérna. Já, sem við notum rosa lítið af. Já, er það? Kannski minna. Þetta ekki. Ég gerði þáttun fyrir, það var síðasti þátturinn áður ég alveg bara krassaði þannig í október, sem heitir Maður án heila, sem var var venjulegasti maður heimi, franskur maður, kringum fertugt, sem með mikið verk í fætinum.
og fyrir til læknis og þá fer að gruna þetta sé eitthvað taugatengt og senda hann í CAT-scan, CT myndatöku og komast og starar síðan bara í forundarann á myndirnar því að það lítur út fyrir að maðurinn sé ekki með neitt heila. Hann var með heila, hann var svona, heilin í honum var svona á þykkið oststykki og var alveg bara upp í kúpunni, einhvern veginn fastur þar og eiginlega var ekkert nema vatn í heilanum á hann. Og maður hugsar, þessi maður hlýtur að hafa verið slefandi vanviti. 2 barna faðir, giftur og bara venjulegasti maður í heimi. Hann greindist með 75-80 greindarvísitölur sem lágt, en hann var fungerandi. Hann var í vinnu og bara vel liðinn í vinnunni, konan hafði ekkert undan og kvartað, hann hugsaði börnin sín. Þetta vakti rosalega athygli hjá læknum. Og í framhald að þessu, þetta gerist 2006-07, þá bara sér maður að umræðin hafa byrst greinar þetta í Lancet og svona læknatímaritum sem eru bara fjallum það við vitum ekkert heilan. Við vitum ekkert hvernig hann fungerar. Ég manna, Óli bróðir minn dó úr heilabilun, leit hann hægt í dauða og ég fór með honum þegar hann var byrjaði hann var með lefubóti í heilabilun með svona ekki ósvipað Parkinson, Alzheimer en svona aggressíft. Það rosalegt, Kannstu við það? Já, ég frændi minn dór. Þetta svona versta sem maður upplifir að sjá svona fyrir mér mann sem var svona dálítið mentor og virkilega sýndi alltaf að hún stóð ekki sama og maður sem geta alltaf hringt í og talað við bíómyndir og svo hann bara verða meira og meira eitthvað hrak og endanum fannst mér bara líka með verið eftir. Persónleiki var horfinn. Þetta var erfitt að upplifa. Hvað var hann gamall? Að samaskapi, hann var nú orðinn 66 ára þegar hann dó. Það er samt ekki neitt. Nei, það er ekki neitt. Og ég vil bara sökar heilsurhraustur maður. Þannig að, við fórum einu sinni saman á fyrirlestur. Það var öldrunarlæknir sem var að tala heilan. Ég man alltaf eftir því að það var opnað fyrir spurningar og Óli spurði er það rétt hjá mér, herra læknir, að þið vitið raun mjög lítið heilan eða hvernig hann virkar. Ég var svo undrandi á þessar spurningu. Þetta eins og hann var alltaf frakkur, spyrja læknirna þess. En læknirinn bara var eins og honum þætti þetta eðlilegasta spurningi í heimi og sagði bara, þetta er alveg rétt. Og í rauninni eru læknavísindin ekkit það langt á veg komin, sagði það. Það er aldrei gaman að heyra læknir tala svona. Sagði, ef það er eitthvað mein, við getum skorið þau burt, við getum sum lyf, geta hægt á ýmsu, en oft erum við bara, við vitum ekkit hvað við að gera. Og það er sérstaklega að kemur að heilan. Við vitum svo lítið þetta. Og það að vita það að heili á stærð við oststykki skildi geta fungerað þarna og greinlega hann hefur hæfilega heilin til þess að aðlaga sig og mynda nýjar tengingar og ég held að þetta sé kannski mikilvægt líka í trámavinn og við mögum ekki gleyma því að og það heilin og greindin, mér finnst þetta oft að vera að þvælast alveg fyrir mér en það væri stundu bara fínt að vera bara svona pínu vitlaus og pæla ekkert í hlutunum og mikið ég held að ég ofhugsi ég heyri þetta alltaf þetta er ofhugsa allt Já, eins og við segjum Terminator þegar hann lappar inn það er bara tölvukerfi í gangi en maður þorir ekki að slökkva þessu Nei, þetta er eitthvað Það er hættulegt Nei, þá er maður ekki tilbúin fyrir allt Nei, þannig að mín vinna núna er einhvern veginn að sættast við þetta survival mode og reyna að fá það til að slaka þess á Mér finnst þess að ég sé búin að vera með í varnarstöðu, bara herinn minn hefur verið í varnarstöðu í 50 ár alltaf að búast við árás og núna þarf ég alveg bara að kemur engin árás bara gera svo Costa Rica sem lagði bara niður herinn einu sinni lítið ríki í Mið-Ameríku svona umkringt ríkjum eins og Guatemala, Honduras sem hafa verið borgarastyrjöldir og erfiðleikar og Costa Rica gat ekki lengur haldið upp hernu sínu og það var bara ákveðið að leggja niður og það var margar rattir sem sagði þetta enda með skelfingu Nei, þetta reyndist bara jákvætt fyrir Costa Rica Það er ein mesta velmegun þar í gangi núna á þessu svæði
Ísland er náttúrulega ekki með neitt her. Já. Sem rosa skemmtilegt núna. Það lúxus. Það þurfi ekki að vera með her. Heldur að Dónaldin sé ekkert fara að koma hingað bara á? Nei. Þetta er náttúrulega mörkum hins byggilega heims, þessi eiga. Já, hann náttúrulega spyr bara hvað er á þess að græða. Já. Ekki neitt. Nei. Ég hef engan áhuga þess. Það er rennandi vatn, hreint vatn. Reyndar. Já. Reyndar. Við bölvum alltaf þessa rigningu, en ég held að það getur breyst í framtíðinni. Já. Þannig að heilin, já, nú finnst mér að vera að reyna að kenna honum bara, við þurfum að hugsa öðruvísi og neta þetta upp á nýtt og breytist öllu þessu kerfi. Breyta viðbröðunum. Já. Einn aðferð sem ég notaði var líka að taka allar þessar tilfinningar, svo kvíði og ótti hafa lítil áhrif á mig núna, því að ég fór að líta þá sem bara svona óþekka hunda, sem er stundum að þvælast fyrir, þú verður bara lokaðun í herbyggistundum. Já. Og þeir kom ekki með mér hingað, þeir verður bara að þvælast fyrir og valda mig vandræðum. Já. Og yfirleitt mér finnst ekkert mikil notferð á, óttinn náttúrulega er mjög gömul tilfinning og virkilega getur, ef ljón kemur hlaupandi þá er fínt að finna fyrir ótta, sko. En já, og reiðin, þetta er nátökum á þessu, þetta er ekki að fara neitt. Þunglindið, reiðin, kvíðin, ángistinn, einmannaleikin, þetta er allt þarna, en ég verði einhvern veginn að mér finnst þess að ég hefði svona sett eitthvað stimpil á þetta og svona skikkað þetta lið til þess að ég ræði hvernig þetta haga sér, sko. Ef ég er að fara í sund og kvíðin segir það er best að fara ekki í sund því það er hættulegt, þá verði bara að segja þú veist ekkert hvað það segja. Nei. Við erum margast farið í sund, það er bara allt í lagi, bara hættu þessu. Já, það er svo eitthvað óþekkan krakka. Já, það er góðu punktur, sko. Af því að það er ekkert. Ég held að kvíðin hjá mér hafi verið bara að ég þarf alltaf að vera tilbúin fyrir það worst case scenario. Ef ég næ ekki í einhvern, þá er hann lent í bílslýsi og banaslýsi helst, sko. Þú veist, að því ég er bara, og þú veist, svo hringi mannskjönd tilbaka og ég er bara eitthvað, en ég var alltaf tilbúin fyrir verstu fréttir í heimi, skilju. Þú veist, þetta er íkt dæmi, en þetta er ofta bara svona, þetta er bara svona að vera alltaf tilbúin fyrir áfallið. Og svo var mér sagt, það var sálfræðingur sem sagði bara, og hverju breytir það áfallið eða verður? Ég bara, þá er ég tilbúin. En hvað, er það þá eitthvað auðveldara? Nei, örugglega ekki. Nei. Þetta er eitthvað svona varnar dæmi og maður heldur að sé að gera sig, ég er tilbúin að taka þetta hérna, skilur, en þú ert aldrei tilbúin fyrir einhver ógeðslegar fréttir, sko. Nei. Held ég ekki. Það er þreytandi að vera alltaf í þessari. Já, mjög þreytandi. Óbáslega þreytandi. Mjög. Brynjur eru þungar. Já, þar eru það. Já. Við eigum ekki verið þeim dagstaglega. Nei, alltaf í svörstum fötum. Já. En hérna, ertu byrjað að gera þætt eftir núna? Já. Ok. Ég finn að ég er ekki alveg komin tilbaka, finnst mér, en það er góð tilfinning samt að það var líka rosalega gott, ég fæ ofsalega mikið, ég held að við Íslendingar varum lélegi því að hrósa hvort öðru. Ég þurfti eiginlega að meta það alltaf upp á nýtt, því að ég fæ bara svo reglulega svo góð skilaboð frá fólki. Þakkaði fyrir að tala um þetta, þakkaði fyrir að taka þetta fyrir og ég veit hvað þú ert að tala um. Það gerir mér rosalega mikið, en ég þarf líka að kunna taka þetta, eins og með hrós. Lengi vel fannst mér þetta bara óþægilegt. Ég vissi ekkert hvað þetta að gera með þetta. Nei. En ég verði að trúa þessu. Ég er farin að trúa. Já. Þetta er eins og Neo Matrix, minn uppbólsmynd, sko. Já. Hann er farin að trúa. Já. Hann veit hann getur þetta. Já. Og hvað er svona framöndan núna næstunni hjá þér? Það er njóta lífsins. Það er alveg bara, það er tónlist og svo bara halda áfram með hlaðvarpið. Ég verði alltaf að fara alls svæti. Já. Svo ætlar að koma til Djúpavíkur? Ég ætla að koma til Djúpavíkur, klárlega. Nú er að taka svona með mér þangað. Við erum báðir mjög ástfangnir af Djúpavík. Fóruð þið lengra eða? Nei, við vorum bara einhvern litlum Toyota Yaris og það er alltaf svona kvíðavaldandi að keyrum Íslandsstundum. Já. Mér langast aldrei í jeppa. Það er bara að taka bílaleigubíl. Já, ég reyndar er á svona langtímalegu. Já. Mér finnst það langt þægilegast. Já. Það þarf ekki að hafa ágjörð neina. Þannig að, en
aðalega bara finnst mér, ég verð að halda þessu áfram. Að halda áfram að kafa meira. Já. Og en vinna líka í þessu. Sem verður örugglega til dauðadags. Já. Það er að halda áfram hjá sálfræðingum? Já, eins og ég segi, núna tel ég eiginlega niður dagana. Já. Og ég fann alveg þessi EMDR, þetta gerði eitthvað, mér leið undarlega þegar ég kom heim. Já. Það var eitthvað tilfinning sem ég hef ekki upplifað áður. Mjög bara svona, tilfinning. Já. Eitthvað sem ég gat ekki unnið úr, sko, hvað er þetta, af hverju er þetta? Nei, bara tilfinning. Já. Það er ekki óalgengt að fólk finni þetta. Nei. En er þetta það sem er gert svona með putanum eitthvað? Já, ok. Ég var eiginlega mjög hissað hvað þetta er einfalt í raun. Já. Rífa bara upp einhverja erfiða minningu og fylgjast með þessari hreyfingu. Já. Getur maður gert það sjálfur eða? Já, það er góð spurning. Ég held ekki. Nei, örgulega ekki. Fólk þarf að fara á, það má ekki hver sem held ég nota þess aðferð, ég held að þú þurfur að það var lært, sko. Já. En það er bara búið að vera frábært að fá þig og takk fyrir að bjóða mér. Ég er alltaf til að tala þessa hluti. Við erum búin að spjalla alveg í næstu 2 tíma. Það líður hratt. Þetta líður hratt og ég er örgulega eftir að fá þig bara aftur. Fylgist með. Já, til ég, sko. Ef ég hef eitthvað meira að segja. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir komuna.